Það allt annað að fá þetta pláss hérna heldur en síðan. Já. Nei, en ég get gert það fyrir í fyrramálið. Já, ég verð mættur 8. Það er bara pott, ef það er laust, þá get ég bókað þig. Ok, ekkert mál, gerðu það þá. Ok. Ég heyrði þetta ekki. Hvað er 3 mínútur? Hvað segir? Mínúti í okkur.
Gott kvöld, kæru áhorfendur, og hjartalega velkomin með okkur í þennan fyrsta leik í úrslitaeinvígi karla. Það er loksins komið að þessu. FH-ingar eru búin að bíða í 2 vikur. Afturelding var að spila bara í vikunni, unnu frábært Valslið sem eru komnir nokkrum mörkum yfir í Evrópukeppni til hamingju með það Valur. Með mér Einar Ingi Hrafnsson, Einar Ingi, það er loksins komið að þessu úrslitaeinvígi. Hvernig líður okkur? Okkur líður ótrúlega vel. Það er bara finals og allt í botni. Þetta er geggjað. Hérna Afturelding, þeir eru að koma hlaupandi inn í þetta, ekki bara með sigri á Val. Þeir eru bikarmeistari 3. flokki hérna í dag. Unnu Hauka 31-30 hörkuleik. Já, bara frábært hjá þeim og ungt og efnilegt lið. Og mikið stemning í stúkunni, þeir eru hliðin á okkur. Það er bara frábær stemning. Einar Ingi, FH og Afturelding mættust árið 1999 í úrslitum sem Afturelding vann. Já. Þú manst eftir þessu sem það var gerst í gær. Ég var hérna bara 14 ára gamall, bara á gleymi ég aldrei. Þetta er auðvitað eini Íslandsmeistaratitil Aftureldingar, þannig að þetta er svona búið að vera löng ganga þar. Ég meina þarna voru menn bara Bjarki Sig og ég meina Bergsveinn svo var í Aftureldingar á þeim tíma. Akkurat. Afturelding vinnur þar 3-1, þeir lyfta bikarnum hérna í Kaplakrika. Þannig að það er hellingssaga í þessu. Gaui Árna var stjarnan í FH og Steini Aldar var á bekknum, þannig að það er fullt af tengingum og bara mjög spennandi. Já, bara einvígi framöndan. Þetta er geggjað og ég meina það er spurning. Ef við skoðum þessi FH-lið, ég meina þeir spiluðu síðast 2 vikum. Heldur þetta sé þægilegt fyrir þá? Nei, ég heldur þetta sé svolítið skrítið allavega. Þetta er svona, þetta er auðvitað mikil kunst, hvernig þeir eru búin að vera að æfa. Við tölum um þetta þegar þeir eru kláruð í BF, bara nú er þeir að fara inn í periódu og þeir eru svona vissi ekki alveg hvenær næsti leikur kæmi. Auðvitað er það svona skrítið, það er mjög skrítið einhvern veginn, æfa dag eftir dag og þú veist ekki hvernig næsti leikur er. Ég sá Steini, Pálmar, þeir voru mættir á leik 4 í Valsliðinu. Þeir voru að reyna kannski að sjá hvað myndi gerast auðvitað og svo bara sjá þeir núna bara á miðvikudaginn. Afturelding vinnur, það er bara leikur eftir 3 daga og svona breytist aðeins gameplanið. En ég veit það svo mikið af því að við veitum að Aron er ekki með núna, þeir eru kannski vilja viku viðbót en þeir verða bara að vera klárir. Sko, einmitt þetta, Aron Pálmarsson ekki með, það voru allar raddir á því að hann myndi spila þetta úrslitaeinvígi frá fyrstu sekúndum. Við vitum ekki alveg hvað það er sem heldur hann frá þessu, en þeir spiluðu frábærlega ánægðast í síðasta leik. Þeir búa að því. Já, þeir búa að því. Ási einhvern veginn kominn inn í þetta úrslitaeinvígi, hann svona, úrslitakeppnina, byrjaði bara erfiðlega og svona tímabilið búinn að vera upp og niður, en hann kláraði þetta með IBF-leikinn stórkostlega og hann býr klárlega að því að svona, og FH-liðið heild að spila án Arons. Það er náttúrulega áhugavert að sjá, Aron er ekki með og það er alveg stór svona sögulína. Hann braut náttúrulega puttan, en maður svona heyrði einhvern veginn að hann gæti spilað með brotinn putta. Einhverja sögursagnir Náran og svona í þessu 5. leikum út í IBF. En það er alltaf eitthvað sem heldur honum út af því að sagan segir okkur að þú vilt vinna fyrsta leik. Það hefur ekki gert síðan 2016 að lið sem að tapar fyrsta leik verður Íslandsmeistari. Það er einmitt, reyndar að Hauka hrunnu Aftureldingu í því einvígi, þá vann Afturelding fyrsta leik og tapaði svo 3-2. Þannig að þetta er svona, þú vilt alltaf vinna leik nr. 1. Hann skiptir rosalega miklu máli, hann setur ákveðin svona rytma bara inn í liði og byggir upp ákveðin sjálfstraust í staðinn fyrir að mæta með bakið við vegg í leik 2. Akkurat og kannski bara eitt í viðbót með FH-liðinu og það er Ási sem að stegum gríðarlega vel upp síðast. Svo er það Einar Bragi sem er búinn að gera samning úti, spila sína fyrstu landsleiki. Hann nýtur að vera þeirri stað, hann ætla að bossa þetta. Hann mætir alltaf með sjálfstrausti í botni, það er 100%. Hann svona, var ekki í viðtölum í kringum þetta landsverkefni, svona ótrúlega stoltur bara sjálfu sér. Þetta búið að vera markmið og bara vel gert hjá Snorra, verðlaunar fyrir bara velunni störf. Hann kannski grænt á því að Þorsteinn Leó gæti ekki spila, eða gaf datt út vegna meiðsla, sem orðaði þannig. Kemur hann inn og hann fékk bara mínútur og gerði það vel. Þannig að hann mætir tilbúinn og hann mætir svona held ég þannig að hann ætlar að taka svolítið svona frumkvæði held ég í liðið FH. Ekki spurning. Ég heyrði í Steini Ardal, þjálfara FH, ég rétt á hann og við ætlum að heyra hvernig hann er stemdur fyrir þessu úrslitaeinvígi. Steini, fyrsti leikur í úrslitum til hamingju daginn, hvernig líður þér? Mér líður bara vel, bara fullur tilhlökkunar og klárið að byrja þetta. Já, klárið að byrja þetta, er bara að bíða í 2 vikur, hvernig við bíðum? Þetta er náttúrulega sérstakt, ég ætla ekki að neita því, en við höfum bara reynda
að gera þetta eins vel og við getum og höldum við að gera þetta og svona fín lína milli þess að hvíla og æfa vel. Það var svona mikil pælingu auðvitað með Aron í síðasta leik, síðustu viðurinn hjá okkur. Hann frá. Heldur hann verði með í næsta leik? Nú bara ég ekki komið lengra en að hugsa þennan leik, þannig að ég get ekkert sagt til það. Þetta ég bara handboltaþjálfari. Hvað það sem heldur frá þessum leik akkurat núna? Það einhvers konar meiðsli. Einhvers konar meiðsli, en þið áttu frábæran leik síðast án hans og þið þekkið við farið það endalaust. Þannig að þetta trufleikur ekki þannig í undirbúning. Nei, ég ætla ekki að neita fyrir það myndu öll lið finna fyrir því að vera án Arons Pálmasonar, en FH-liðið hefur margótt sýnt það að þeir geta að spila vel þó að vanti einhverja leikmenn. Hvað þurfa að gera til að stoppa afturlíku sem að, kemur hlaupandi inn í Devi? Við erum náttúrulega bara með frábært lið og mikið byssulið. Við þurfum auðvitað að spila góða vörn, en ég myndi bara fyrst og fremst segja að við þurfum bara svolítið að ná tökum okkar leik og sjá til þess að við séum þeim stað sem við eigum að vera. Síðast ég talaði fyrir oddaleikinn, þá var þetta svo stemming í liðinu og þú vildi fá fram svona baráttu fram þegar var í oddaleikinn og þú komið í úrslit, það var vantilega bara sama hugafar nema kannski ennþá hærra orkustig. Já, þú ert í svona úrslitakeppni, þá ertu alltaf að leitast við þessa sömu hluti að hitta á það hvað þessa þætti varðar og ég bara hef trú á því að við gerum það líka í dag. Stemmingin hérna hjá okkur í Kaplakrika hefur verið óviðjafnanleg og verður þá vonandi áfram í úrslitunum eða hvað? Já, ég er bara full að trúa því að FH-ingar halda áfram að styðja við okkur líkt og þeir eru búin að gera síðustu vikurnar og í rauninni í allan vetur. Þetta er búið að vera frábært. Takk, gangi öllum góð skemmtun. Takk hérlega sömuleiðis. Þetta var Steinn Ardal. Einar Ingi, hvað þurfa FH-ingar að gera til að vinna leikinn? Þetta verður áhugavert að sjá það af því að þetta er allt annað lið heldur en IBF. Þeir þurfa klárlega einhvern veginn að breyta vörninni á sér, þeir vera aggressívari og að reyna að stoppa einmitt svona bara Þorsteinn Leó þetta og Birgir Steinn og Birgir eru allt leikmenn sem geta að skora fyrir utan hann. Ég heldur munum sjá FH-ingarna með kannski svona mjög háa bakverði, reyna að beina afturlendingu mikið inn á miðjuna inn í pakkan og svona já, reyna örlítið að breyta sínum varnarleik með það hvernig þeir spila á móti IBF. Akkurat að afturhaldingu, þeir vinna valsliðið, kannski mörgum óvörum en þeir voru bara frekar öruggir í þeim leik, sérstaklega seinna áleikur fóru vel yfir það í síðasta leik sem var bara í síðustu viku. Hvernig finnst þið þeir koma inn í þetta? Það er svolítið að segja afturhaldingarliða að þeir virðast að vera að finna algjörlega sinn leiks, hvernig þeir vilja spila þetta, hvaða leikmenn þeir vilja hafa inn á hverju sinni. Þorsteinn Leó og Birgir Steinn eru búin að mynda stórkostlegt svona þristapar, þannig að vörnin er algjörlega lími hjá þeim. Það hefur verið svona upp og niður sóknarleikurinn. Þannig að ég held að hjá þeim þá verða þeir einhvern veginn að finna vörnina sína sem er spiluð á móti Val, af því að það hafði mikil áhrif á Valsstara að þeir komast aldrei einhvern veginn í takt í uppstilltum sóknarleik. Þannig að ég held að afturhaldingu þurfa að byrja þar og vinna sér svo upp öllin í bara aftur. Tölum að FH verður örugglega með svona háa bakverði, vilja fá það á miðjuna. Afturhaldingu þarf að gera akkurat hitt andstætt við það, þeir eru að halda breidd, reyna að teygja á svolítið í sundur og fá svo Víks Þorsteinn Leó í loftið, Blæ 1-1 og Birgir Steinsson í að velja og finna þetta Jakob og línu sem búin að vera frábær. Já, ég vil að tala um Jakob, hann er kannski svona óvænt að stjarna þessu úrslitakeppni. Ekkert endur allir svo að kveikja á honum fyrir bara síðasta einvíð, algjörlega frábær. Já, bara klókt hjá Gunnar Magga, sækja hann bara í byrjun tímabils. Hann ætlaði að spila engan handbolta í fyrra, var á samning og er á samningurinn í Haukum og er inn í láni á afturhendingu. Hann er búinn að vaksa, spilaði lítið, Þorvaldur var svona línumann nr. 1 alveg framanna og alveg bara fram yfir nýjárið. Svo hefur Jakob bara verið að taka yfir spiltímann og núna í leiðinni bara verið að vaksa og orðin algjör leikmaður bara í svona heildarspili afturhendingu. Og líka bara mjög skemmtilegum karakter og þú veist, hann gefur liðinu mjög mikið. Já, hann gefur liðinu líka mjög mikið í þessu. Hann er svona smá no bullshit gæi í honum, lítið bett og já, hann verður allir að vera með einn svona og ég meina þeir eru búin að finna þarna afturhending, þannig að já, þeir eru svona jafnvægi hjá honum bara og inn í liðið er frábært. Já, hann er fyndi ákveðin skópur og það er bara gott hjá honum. Já, það er bara þannig. Reyndar Gunni Mall í skónum mínum þetta núna en það er annar mál. Það er svo það er. Sko það er stutt í leik, það er verið að fara að kynna FH-liðið hérna út á golf. Þú ert að fara að lýsa sem er kaupa, ég ætla að fara að hleypa þér þangað, það er stutt í þetta. Við ætlum samt fyrst að heyra í Gunnar Mag á meðan þið fylgist með stemningunni á sama tíma. Fyrsti leikur í úrslitunum, hvernig líður ykkur? Bara vel, við erum bara klárir og
mætum hérna bara fullir sjálfstraust. Nýbúin að leggja velli sterli vals og við erum bara klárir í þetta. Þið að koma eins og segja kannski hlaupandi inn í þetta í góðu rytma, þú heldur það hjálpi? Já, við erum þetta búin að vera í miklu stoppi og eins og allir vita, en við vonum bara núna að fá við að komast í góðan rytma og við erum ferskir úthvíldir og erum bara tilbúinir í degi og ég er bara að vona að þetta verði eins og allar úrslitar reynir, þetta verði eitthvað svakalegt. Hvað þurfið að gera svona til þess að komast yfir og taka yfir í hérna dag? Þetta snýst alltaf bara mikið um okkur. Við þurfum að koma okkur tilbaka, stoppa þeirra ræðumlaup og svo er þetta bara að þurfa að spila góða sókn, góða vörn, þurfa að spila góða leiki og það bara komast í okkar rytma í vörn og sókn. Sko, Aron Pálmarsson er ekki með hinumegin, er þið eitthvað að spá í því, hefur það eitthvað áhrif á hvernig þið setja leikinu? Nei, ég meina, ég fór yfir alla leikina móti IBVF, þeirra besti leikur var ottaleikurinn án hans, þannig að nei, við erum ekki mikið að spá í því, við erum alltaf bara að spá í okkur og já, við höfum bara vonað að þeim grimmum í kvöld. Allir með hjá þér? Já, allir með. Og þið eru bara klárir í þetta og alltaf búið alveg í mig? Já, við erum bara að mæta klárir og þetta verður veisla og þetta er það sem við stendum að, komast inn í úrslitakeppni og nú ætlum bara að njóta þess og gefa allt í þetta til að ná í titilinn. Takk Gunni og gangi vel. Það er algjörlega truflu stemningin að bá fest eitthvað drastlipur rjáfri, ég veit ekki hvernig það er alltaf að losa þetta, hvort það er bara að spila einhverjum disk og stemningu hérna. FH-ingar eru búin að búa til frábæra stemningu í allan vetur, sérstaklega í úrslitakeppni. Já, og þessi sería verður veisla, hvort sem það verði í Kaplakrika eða í Varmá og Mosó. En ég ætla bara að senda boltan á mína allra bestu menn, Gaupi og Einar Ingi, gjörið svo vel. Jú, heilir og sælir áhorfendur Símans, við erum í opinni dagskrá að vanda framundan fyrsti leikur í úrslitum. Það sem FH deildarmeistararnir taka á móti Aftureldingu. Hér hefur Afturelding ekki unnið í 8 ár. Síðast þegar það gerðist var Einar Andri Einarsson, þjálfari Mosfellinga. Hann er á varamannabekknum hjá FH-ingum með Sigursteini Ardal. Þessi lið léku til úrslita Íslandsmeistaratitilinn fyrir 25 árum. Þá hafði Afturelding sigur. Eini Íslandsmeistaratitill félagsins á leiku fór 25-23 og þá var Sigursteinn Ardal í liði FH-inga, náði reyndar ekki að skora mark í leiknum en sagan býður okkur oft í afturendan. En hvað það? FH-ingar lögðu Eyjamenn í Oddaviðureign í undanúrslitum en Afturelding lagði feikilega sterkt við Vals 3-1 og voru vel að því komnir. Dómararnir er Árni Snær Magnússon og Þorvar Bjarni Harðarsson. Okkar efnilega dómarapar nýbúnir að fá EHF réttindin. Fóru létt í gegnum prófið hjá Evrópska handboltasambandinu og það er ekki heiklum hent. Get ég sagt ykkur áhorfendur góðir. En hvað er það? Stúkurnar báðar stútfullar. Góð mæting úr Mosfellsbænum og FH-ingar láta sitt ekki eftir liggja. Enginn Aron Pálmarsson, að öðru leyti eru liðin fullmönnuð. Það eru gaman að sjá hvernig Mosfellingar nálgast þennan leik. Þeir voru klókir gegn Val, spiluðu göngubolta í þeim leikjum sem þeir sigruðu. En í síðasta leiknum á Hlíðarenda var það Blær Hinriksson sem fleytti þeim yfir erfiðasta hjallan í síðara hálfleik og það var langbesti leikur hans frá áramótum með Aftureldingu og menn í Mosfellsbænum hafa verið að bíða eftir framlagi frá honum, Einar Ingi Hrafnsson. Já, það var gaman að sjá hvernig hann fann svona, hvað ég segja, sitt gamla form í þessum leik hérna að Hlíðarenda, því að það er hár rétt hjá þeir, menn hafa svona verið að bíða eftir að hann stimpli sig inn og svona finni sitt, já bara sitt moment einhvern veginn í þessari úrslitakeppni. Þetta kemur svona hálf haltur inn og þurfti að jafna sig á hnémeiðslum, en já, bara gaman að fylgjast með honum og held ég bara aðalega gott fyrir hans sjálfan að finna gæðin sín. En FH-ingarnir komnir hér út á gólfið, hvítklæddir, Jóhannes Berg, Leonard Þorgeir Harðarsson, Ásbjörn Friðriksson, Ágúst Birgisson, Einar Bragi Aðalsteinsson, Símon Mikael í rammanum, Daniel Freyr Andrésson hjá Mosfellingum, Brynjar Vignir í markinu, Jakob Aronsson, Birgir Steinn, Gunnar Malmqvist, Þorsteinn Leo Gunnarsson, Igor Kopetzinski, Birgir Benediktsson og leikmaður nr. 7, Árni Bragi Ólafsson og ég held ég sé ekki að
uppljóstraði neitt leyndarmál því að Birgir Benediktsson að leika sína síðustu leiktíð með afturhendingu. Hann á leiðinni til Japans. Það hefur ekki verið gefið út. En ég veit hann að fara til Wakunaga. Það verður áhugaverð skipti og bara vonandi gengur það allt eftir bara og hann fer á vita ævintýrana í Japan. Það eitthvað sem að fáir hafa allavega gert hérna frá Íslandi. Dagur Sigurðsson. Hann var algjör kongur í landinu þannig að við sjáum hvað gerist fyrir Birki. En leikurinn hafinn. Nú verðum að sjá hvernig Báðurningarnir gera þetta. FH-ingar geta góðum degi, spila frábæra vörn, deildarmeistarar. Spila best allra liða á þessari leiktíð. En nú að dugað að drepast. Úrslitin í fyrsta leik skipta oft máli. Birgir Steinn, Þorsteinn Leó. Frábærlega skotið á stóra drafnum. Hann góðan á blað. Nú koma FH-ingarnir. Inna Bragi. Ástbjörn Jóhannes Berg. Það algjörlega ljóst Einar að Bóðsendingar þurfa að brjóta blað. Þeir hafi ekki unnið hérna í 8 ár. Nei, þeir þurfa klárlega að finna eitthvað nýtt af því að það hárrétt hjá þeir. FH hefur bara verið ákveðin gríla fyrir Bóðsendinga og bara í 8 ár og bara miklu lengri tíma hefur bara verið mjög erfitt að sigra FH hvort sem að sé hér eða að Varmá, þannig að þeir þurfa algjörlega að brjóta blað núna. Ásbjörn Freyrisson var frábæra móti IBVF og þetta Jón Bjarni Ólafsson. Skorar hér fyrsta markið, frábær leikmaður þar á ferð. Jón Bjarni. Vel gert hjá FH-ingum, voru þolinmæðir og fundu færi að lokum. Og talandi að vanti Aron Pálmarsson, mér fannst leikur FH á móti IBVF, 8. leikurinn, besti leikur FH í vetur. Þeir koma alltaf svona vel gíraðir inn í þann leik og maður sá virkilega svona attitúti í og bara það sem býr í þessum ungu FH-strákum. Dómararnir stöða leikinn hérna, átak hér inn á línunni. Ágúst Birgisson og Einar Bragi. Frábær leikmaður. Leysintók bannað. Erum í dómarunum öðrum hvoru hér í þessum leik. Þegar við á. Þorsteinn Leó aftur í skot. Já, góðan daginn. Þorsteinn Leó Gunnarsson. Með 2-1 staðan fyrir gestina. Það er talandi leikmann sem vill kveðja á góðan hátt hérna í Mosfellsbænum. Þetta vel gert. Einar Bragi reynir að brjóta sér leið í gegn. Leikurinn hendur hjá Mosfellingum. Þorsteinn, sleppið þig líka alveg einum einn, sleppið móðu við, ok? Dómararnir að láta leikmenn vita hvað má og hvað má ekki. Jóhannes Berg. Gengur ekki alveg heitt til skóar samkvæmt mínum upplýsingum en hefur verið að spila. Og gert það vel. Vel balinn. Og Einar Bragi, okkar nýjasti landsliðsmaður, jafnametinn fyrir FH 2-2 staðan. Þá það Þorsteinn Leó Gunnarsson, 3 mörk frá honum. Þetta svakalegur skrokkur. Þetta vel spilað hjá FH-ingum og Lenny skorar. Bara fínt ræði í þessu og FH vilja keyra hans í baki á þeim. Þetta er auðvitað Þorsteinn Leó núna bara með 3 mörk. Hann byrjar leikinn ekki dósip og Aron gerði hérna í leiknum að Varmá í vetur þar sem Aron skoraði fyrstu 6 mörkin. Ég veit ekki hvernig þetta fer. Mér finnst svolítið sérstætt svona hvað FH-ingarnir eru að hleypa honum upp í auðveld skot. Afturreiðing Íslandsmeistari þriðjaflokki karla í dag þar sem Ævar Smári Gunnarsson skoraði 12 mörk, hann bróðir Þorsteinn Leós. Mikinn skrokkur og risi á vexti. Það er hafragrautur í öll mál í Helgafellshverfinu í Mosó. Það sýnist mér, vel varið, Brynjar Vignir kominn á blað, Ígor Kolesinski. Það besti leikmaður Mosfellinga í leikjónum gegn Val. Heilt yfir fannst mér. En staða hér, FH 3, Afturelding 3. Jakob Aransson leið í gegn með Mosfellingum í vetur, verið frábær. Íbygginn Sigurður Arndal, toppindak þar á ferð. Birgir Steinn fer í yfirhandafintuna, en hann stöðvaður. Leikmenn Mosfellinga skynsamir í sínum leik og hafa verið.
Og Þorsteinn Leó ætlaði skotið, gerði það ekki. Þetta varðinn Daniel Freyr. Hókina reynslu Daniel í markinu, frábær sending út í hornið og sjáu þetta Símon Mikael aftur fyrir sig, takk fyrir þetta. Stórkostlegt mark. 4-3. Það er auðvitað mikilvægt fyrir F-fáingana og í rauninni bæði lið að fá markmenn líka áng. Þetta er svo gríðarlega mikilvæg staða og Danni þetta einn af tveimur leikmönnum F-fá sem var hérna síðast, þeir eru unnið 2011 ásamt Ása, þannig að það er svolítið að setja tóninn og svona finna sitt form strax í upphafi og gera það nokkuð vel með 2 vörðum boltum. Og það séðan F-fá var Íslandsmeistari eins og afturhelding, en lykilatriðið fyrir Moldinga, þeir verða fljótir að skila sér tilbaka. Já, og þeir gerðu það í raun vel á móti Völsurum í undanúrslitunum, þá svona að þeir náðu þess að stoppa vopn aðstæðar í hraðanum af því að við sáum að það var svona smá lemstralið Vals sem að var bara í smá vesenni í uppstilltum sóknarleik. Hér er verið að gefa stuðningsmönnum Moldinga orði í eyra. Ekki sá ég nákvæmlega hvað það var, en þeir eru miklu stuði. Þetta er borið upp af Íslandsmeisturum í 3. flokki karla. En úrslitinn á Íslandsmóti yngri flokka réðst í dag. Valur Íslandsmeistari í 3. flokki kvenna, Valur í 4. flokki karla og 4. flokki kvenna. Til að segja frá því. Þá er það Birgir. Þeir í klippinguna við Birgir Ben. Þorsteinn Leó. Nú koma þær hátt upp á hann og hann fellur hér við. 3 mættir þarna í hann. Leggst í parkettið, Einar Bragi Aðarsteinsson þarna á vettvangi. Heyrim í dómaranum. Viltu taka skiptingu það? Nei, það er ekki Olbogi. Það er gólfið. Einar Bragi slær hann þarna duglega. Það sést nú kunnilega á þessum fyrir stund. Það er sjást í leik sem Já, þessu. við taka eitthvað tjekka á þessu. Þá verður að fara að kíkja á það. Við erum að taka fríkast. Já. Þurrka, hvar er skúringa-unit? Og Þorsteinn Leó þarf þá að fara á velli. Smá aðreining fyrir hann eða hvað? Við skulum rétt vona að það sé ekki mikið. Verið meiddur á öxl, meiddur á ökla. Misti að 2 landsleikjum gegn Eistlendingum. Misti líka af leikjunum gegn Grikkjum og það eru slæm tíðindi fyrir hann sérstaklega. Þetta er náttúrulega stór skrokkur og svona eymsli sem svona hrjá hann inn á milli en hann virðist vera fljótur að hjálpa sig þeirra þá við. Jakob Aransson og Þorsteinn. Birgir Steinn, vel gert hjá honum, kemur boltan að vinna á línuna en F.A. að vinna boltan. Þetta er aukakast. Varnarleikurinn að halda hjá F.A. F.A. á mínu viti spilaði besta varnarleik liðan í deildinni á þessari leiktíð. Heilt yfir. Birgir Steinn línan svona gapandi frí, hann sá hann ekki. Áfram með smjörið og Birgir Steinn fer hér í árásina. Þetta er aukakast, hendi komin að lofti á dómaranum. Slepptu bara. Það er smá hnoði í gangi á afturhendingu þarna. Mér finnst svona, já, flæðið sem var í upphafi voru að stilla ykkur svona júkafæslu með einhlaupi frá Átna og ná að binda þeim á byrjun niður. Það hefur ekki alveg verið núna í síðustu 2 sóknum. Þorsteinn fer í skotið og hann skorar 4 mörk frá honum. Hann er búinn að skora öll mörk Mosfellinga, takk fyrir þetta. Já, og svo ertu bara með Þorsteinn Leó, hann einhvern veginn klippur það á snörunni þarna, mjög erfið sókn, langar svona löng mínúti einhvern veginn að hnoða sig í gegn og svo er bara fríkast og hann í lofti og skorar, þannig að þetta er svona ákveðið vopn sem að F.A. myndir hafa ekki á sér. Stundum kallaði Steini nitti, það er auðvitað öfumæli. Hann er alls ekki lítill. Komaði fáingarnir, Jóhannes Berg, Einar Bragi, hendi komin á loft, þeir verða að taka skotin. Frábær varnarleikur þarna hjá Igor Kopitsinski. Og sjáum við skotin, þetta er ótrúlegt. Jónar Þorgeir Harðarsson, 5-4 er staðan. Þetta var stórkostlegt. Þetta viljum við sjá. Já, undirhanda beintur í víkilinn. Og það takki til að gera þetta, hugvill líka. Já, og þor. Heldur betur. Það er... Birgir Steinn, Þorsteinn Leó, Ígor leysir inn. Og Þorsteinn, þetta er ruðningur.
riður Einari Braga þannig koll og þetta var klókt. Gunnar Magnússon illur hér. Þetta var virkilega góð vörn og svona þetta alltaf að tjá sig eitthvað um svona ruðninga en þetta var bara klaufalegt frá Steina. Hann veit það sjálfur og það er búið að reyna að stoppa hjá honum að vera ekki að reyna of mikið sjálfur, vera frekar í flæðinu og þannig einhvern veginn alltaf hann að fara í einhver hreyfingu sem bara er ekki nóg árangursrík og sérstaklega ekki þegar hann á í hlut. Og koma F-engar marki yfir, Einar Bragi, Jóhannes Berg, Ásbjörn, kemur út fyrir inn á miðsvæði sem að Einar Bragi með skotið, þetta er yfir markið og Mosendingar koma hratt völlinn. Þá er það Þorsteinn Leó Gunnarsson og hann skorar, hann er búinn að skora mörkin, hann er búinn með 5. Ég sagði á hann að það er kannski ekki eins þegar ég talaði fyrstu 6 mörkin þetta fyrir í veturinn, það stefnir nú bara í það hér. Og Jóhannes Berg, þetta er hrikalega vel gert. Andrason, þessi fyrsta mark, 6-5, einsmarksmunur. Jóhannes Berg með þessum leikmönnum hefur vaxið gríðarlega í allan vetur. Hann er búinn að vera algjörlega frábær og bara komið, held ég öllum að óvart, hann sem að koma inn í þetta F-umhverfi á sama tíma og Aron og svona, bara fysikinn á honum hefur bara allt önnur og virkilega fylgið sér og bara búinn að vera frábær. Bjart yfir handboltanum á Íslandi, Valsmenn í úrslitum í Evrópubikarnum unnu fyrsta leikinn gegn Olympiakos 30-26 í stórkostlegri stemming á Hlíðarenda og hér er stemmingin ekki síðri. Gult spjald á loft, Ágúst Birgisson fær það, átti það skilið. Birgir, Árni Bragi leysirinn, Þorsteinn Leó. Gert hjá honum og þetta er varinn, Daniel, ekki vandræði með þetta. Fljótur, grípa knöttinn, kemur honum á ása. Ísmarsmunur, Jóhannes Berg. Þetta er frábærlega gert Jóhannes Berg, Andrason með því mark. 7-5, tveggjamarkamunur. Það var vel gert að dómurunum að halda þess að bara lifandi þarna í seinni og F-fólki fljótur upp og þetta Ási, þetta er bara það sem hann er bestur í, hægja aðeins tempo þegar hann nálgast vörnina og velja réttu sendinguna. Þá kemur Blær Hinriksson til skjálana, frábær gegn Val í leik 4. Já, þetta er svona mómenti þegar Þorsteinn Leó þarf sína hvíld, þá verður afturhendingarliðið að stígu upp. Og Daniel er með Birgir Steinn í rassvasanum. Ekki gott skot, hins vegar Ásbjörn Friðriksson er bilað og skotið. Fyrsta markið hans, 8-5, þriggjamarkamunur. Manni finnst Mosendingarnir þeir virðast mittir í sér. Já, þetta er svona, það er einhvern veginn sérstaklega að lesa í þetta Þorsteinn Leó byrja frábærlega, aðrir einhvern veginn, það er alltaf ómikið í fjarlægð og er ekki nóg árænir að ráðast inn í vörn F-fáinga. Það var Birgir Steinn, Blær. Og Birgir kemur boltanum á Birgi. En F-fáingar vinna boltan, haukakast þegar dómararnir. Það er fín tök á þessum leik, þessar fyrstu 10 mínútur þessum ungu menn. Það var Blær. Frábær á fótunum. Líkanlega sterkur sendingin af leið. F-fáingarnir með langan fram, Símon Mikael. Það var stórkostlegur í 8 leiknum gegn IBVF og Jóhannes Berg í skotið, brotið á honum í skotinu, þetta er aukakast, 2 mínútur. Gunnar Magnússon öskur reiður fyrir hvernig í Rúna á mótans, ég þreytist ekki að hamra á því. Já, þetta svona, ég veit ekki, er svona hálf komið fram hjá honum en þetta eru 2 mínútur. Já, þetta er bara óþarfi, hann er búinn að missa hann og rífur svona aftan. Láta hann bara vera. Já, láta hann bara vera, það er hann að hjálpa vörn og kannski leifa Binna líka að lesa þess skotið, hann kann kannski bara dreigja hann tilbaka sem hann gerði, þannig að þetta var bara klaufalegt á sama tíma þetta, bara svekkelsi svona að fá þessar 2 mínútur í bakið. Einar Örn Sindrason kominn inn á í lið F-fáinga, frendi Arons Pálmasonar. Garðar Ingi Sindrason, bróðir hans á bekknum, feikilega mikið efni. Þetta er eftir Gernóna hérna í Hafnarfirði og Ásbjörn Friðriksson, sjáu þig kallinn, 2 mörk. Þetta er ótrúlegt, 9-5 er staðan. F-fáingarnir að ná skotinn nánast í hverri einustu sókn sem er mikilvægt. Já, og bara fjölbreytt.
uppspil hjá þeim og einhvern veginn bæði seinni og svona taktísku sóknarleikur verið góður. Og Gunnar Magnússon, honum nóg boðið, hann tekur hér leikli. Við sjáum að það ekki sama drift í Mosfeldingum og var gegn Val. Þeir eru hræddir, þeir eru ekki áræðnir, þeir bakka út úr öllum aðgerðum það til ráða. Það virðist einhvern veginn vera þetta, maður har oft sagt einhvern veginn, leifum þessum að skora 10-15 mörg og stoppum rest. Það er kannski þannig sem það er að horfa á þetta. Við heyrum þetta að Gunni Magnússon var alls ekki ánægður, hann vill fá sína menn, hlaupa heim og ná að stilla upp og ná einhvern veginn að stoppa þessi seinni bylgjumörk sem FH er að vera að skora. Byrjum á grunnunum, sagði Gunnar og samanlónum. En Mosfeldingar geta hæglega komið tilbaka, þetta er fljótt að breytast í nútíma handbóltsleik. Við sjáum hér Jóhannes Berg, hefur frábært skotlag, þessi drengur, alveg geggjaður leikmaður. Og þetta er skot leiksins til þessa. Lenny sjálfur. Já, þetta er svona afturhending verið hlaupa tilbaka og svona stoppa ákveðnum millisvæði, þannig að þeir klukka hvorki útimennina stoppa fæsturna niður í hornin og breyta á milli 1 og 2 í FH. Þannig að það er hárrétt sem Gunni segir, þeir verða bara að koma sér heim og ná að klukka eins leikmenn FH og auðvitað á sama tíma sóknarlega þá þurfa að vera agaðari og velja rétt færi því að Danni hefur bara fengið 2-3 gefins spotta þetta til að komast aðeins í gang. Þorsteinn Leó aftur kominn inn á. Þetta voru 2 mínútur sem hann fékk í pásu. Þorsteinn og Blær. Vitum við Birki, hann verður að láta skotið ríða af og það gerur hann með stæl og skorar sem fyrsta mark í þessu leik 9-6. Fyrir fótinn að afna. Það fer í hotninn á mig. Já, það fer í fótinn og sko. Ég sé það ekki gera. Sáum við stundum Ævar Smára, Rauðbjörgin, bróðir Þorsteins Leó. Við erum með Arnar Auður hérna, fyrstast með öllu. Já, þetta er á að vera dómur, þetta er með hotnkast, þetta var ekki að fáli í fótinn að afna bara. 3 marka munur, 9-6. Einar Bragi dregur vel frá. Og hér stelaði boltanum, þetta er meistari Ígor Hopesinski. Og hann skorar. Það verður 5 leika hopp eftir skotið. 9-7, 2 marka munur og Ásbjörn Nýmuvik Friðriksson, vel gert hjá honum. 3 mörk að koma með 10-7, 3 marka munur. Ásbjörn á endi hér, dregur vagnin. Aðstofþjálfari FH. Frábært að fylgjast með honum og við töluðum um í uppbytuninni. Hann átti svona bara erfitt uppdráttar eiginlega allt tímabilið og kannski svona fyrstu 2-3 leikina inn í úrslitakeppnina en hann er búinn að vera stórkostlegur í bæði í þessum síðustu leikjum við IBF Vínu og svo núna þetta fyrsta korter hérna. Birkir, frábær línusending hjá honum og Daniel dauðafæri. Þetta verða menn að klára á Ásbjörn. Sjáu þið hér, þetta er æsilega gerð. Birgir Már Birgirsson, 11-7. Þetta er nákvæmlega sem ég var að tala um á hann. Ási kemur upp með fæstunni og hægir á sér í nokkra sekundur í sjá það. Búm, hægir á sér, verður sendinguna galopið. Og það er skrítið að segja það, en þetta afturhendingarlið, þetta er ekki sama lið og við sáum gegn Val. Nei, þetta eru þetta svona bara sérstætt, ég veit það ekki. Þeir byrjuðu bara vel með Þorstein í góðum gír og eitthvað og svo hefur þetta bara verið erfitt að FH-endur eru aggressívari, menn rægir og eins og þarna sækjandi, ekki beint á markið, ekki nógu fylgni sér. Ásbjörn, frábær stemming í kriganum, umgjörðin stórkostleg. Leonard Þorgeir hér fyrir utan núna. Jóhannes Berg, smá hvíld, en kemur síðan inn á. Skiptingar á milli varnar og sóknar. En vel gert hjá FH-engum. Og lagt þetta gríðarlega vel upp í það minnsta þessar fyrstu 15 mínútur leiksins. Einar Bragi, Ásbjörn, Jóhannes Berg fer í yfirhandafintuna markfrægu. Hún er pósturrættar eins og ég hef margótt sagt. Ekkert hjá Ígor, Einar Bragi og Ásbjörn. Hann hefur ekkert fyrir þessu Ásbjörn. Friðriksson
reynslan. Hún segir þarna til sín 12-7 staðan. Þetta gólskot frá honum, þetta hefur leikið Mosfellsbæinn grátt í gegnum tíðina. Brynjar Vignir, þessi sæta varamannabekknum, inn kemur Jóhann Kukoman, gamli maðurinn. Já, það kannski Binna var engin greiðu gerður, vörnin alls ekki góð og bara hann hjálpaði henni heldur ekki með því að. Hér fallaðir við 2 mínútur. Hann hrindir honum, dómarinn hefur greinilega séð þetta. Ágúst Birgisson, algjörlega stein hissa á þessu, hann skilur ekkert í þessu. Ég vil bara sjá þetta aftur, hann er svo sjokkar að hafa fengið þessu 2 mínútur. Jú, sjáðu það, hann hrindir honum, þetta eru 2 mínútur. Þetta er bara réttur dómur. Þetta er bara hrinding og auðvitað hefði kannski, hvað segir við, Kári Kristján hefði staðið þetta eins betur á sér en Jakob er léttari og bara klókari kannski. Ég er ráð fyrir því, þá koma Mosfellingar að verða að fá markið þessari sókn. Árni Bragi út í hornin, Ígor fer ekki inn. Þorsteinn Leó Gunnarsson skoraði 50. mörk Mosfellingar. Og þetta er frábær sending en hann missir boltan, klaufalega gert. Meðgóðingar geta komið til 13-7. Þetta er Ásbjörn Friðriksson, aukakast. 5 marka munur. Birgir Steinn skila sér inn í varnarleikinn hjá Mosfellingum. Kraufarlegt hjá Birgi að grípa ekki hennar bolta, hann er galopinn þarna tilbaka og ég er bara vel gert hjá Árna að finna hann en það var einhverju spjörnfluttar hann hjá Birgi. En Mosfellingar með ekki hengja haus, það er mikið eftir að leiknum. Þau þurfa að halda að sjá inn á komin leikmann og vindan hjá Mosfellingum, ungur árum. Stefán Magni Hjartarson, Íslandsmeistari í dag. 9 ára Íslandsmeistari og bara fyrirliði 3 flokks afturhendingar. Hann var að lyfta bikar hérna bara fyrir nokkrum klukkutímum. Já, fyrir 3-4 tímum síðan. Leo er auðvitað búinn að vera tæpur í afturhendingu og þessi ungi strákur hefur þurft að stíga bara mikilvægt skref sem hann gerði í úrslitakeppninni í fyrra. Og Einar Bragi frábært gegnum brotans. Sendingin mögnuð á Jón Bjarnar Ólafsson. Þeir hafa ekkert fyrir þessu 13-7. Þeir ná ekki svona klukkað á Mosfellingar. Nei, nú þarf ég að óskar einhvern veginn eftir því að afturhending finni einhvern varnarleik og einhverja smá attitude breytingu í vörn því að 13 mörk á 17 mínútum er algjörlega óboðlegt í úrslitum. Frábær sending. Jæja, Jakob Aronsson svaraði hér kalli og skorar sitt fyrsta mark 13-8. Klára vel. Þarna beigðan á Daniel Frey sem er einn okkar besti markvörður í það minnsta í deildinni á pari við Björgvin Pál Gústafsson. Ásbjörn, Jón Bjarni, Einar Bragi. Brotuð honum, Birgir Steinn gerir það, dregur Einar Braga þarna niður. Einar Bragi er búinn að semja við Kristjánsson í Svíþjóð. Hann þarf að spila þar eftir 2 árin. Það er áhugavert og bara virkilega gott sæn hjá Einari Braga, finnst mér. Ég var svona alltaf að reynir að fylgjast vel með og ég var ekki búinn að heyra þessu. Þegar þetta kom einhvern veginn upp svona bratt að hann væri búinn að klára og það væri bara gert opinbert á þessum tímapunkti. Hann á þetta klálega skilið og dettur bara inn í frábært umhverfi eins og það ekki kaupið. Þetta er frábært lið og bara gríðarlegur fjöldi áhorfenda sem að stendur á bak við Kristianstad í Svíþjóð. Heldur betur við rekinn klúbbur. Og koma F-fáingarnar Einar Bragi, Jóhannes Berg, Ásbjörn dreifur sig út hægra megin, kemur síðan inn á miðjuna. Og býr þetta til fyrir þennan mann hér en vekkur niður þetta. Árni Bragi stígur á línuna, óefinn er hann. Árni Bragi Eyjólfsson. Já, hann er einn af 3 leikmönnum afturhendinga sem að spiluðu síðastir afturhendingar í úrslitum 2016. Ástand auðvitað Birgi og Gunnari Malmqvist, þannig að þeir hafa svo verið í þessari stöðu áður og þurfu auðvitað að stíga þessu upp og kannski mómenti núna fyrir þá að nýta reynslu og breyta þess. Ásbjörn með skot á gólfinu, vekkurinn tekur þetta og F-fáingar halda boltanum Jóhannes Berg. En setur þetta framhjá. Þetta er vatn á millu Mosfellingan og getur þeir minkað munnin enn frekar.
Birgir Steinn fer út af og hvílir sér sóknarlega ekki ná neinum takt í leiknum enn sem komið er. Hér sjáum við Kristján Arason í stúkunni, einn albesti handboltamaður sem Ísland hefur nokkru sinni átt á báðum endum vallarins. Jakob Arason gerir þetta frábærlega og þessi maður klikkar vallur skoti hann eftir Igor Gomudzinski. Kristján Ara þetta, ekkert síðri þjálfari og var hérna í þjálfarateyminu þetta með Einar Andra þegar FH vann hérna 2011. Heldur betur. Og í raun magnað, hann á aldrei verið kosinn íþróttamaður ársins en sonur hans gerði bara það sem þurfti að gera og vann þetta síðast. Gísli Þorgeir Kristjánsson. Jóhannesberg Ásbjörn. Og varnarleikurinn sterkur þarna hjá Mósendingum. Gunnar Magnússon hvetur sína menn til dáða á hliðarlínunni. Ég hef aldrei séð Gunnar Magnússon svona æstan eins og í síðustu leikjum. Það er eitthvað í loftinu bara og menn auðvitað spenntir og heitir fyrir tækifærum og einhverju sögulegu sem getur gerst. Það er gaman að sjá afturlíku. Þeir virðast vera að finna smá svona orku, eitthvað betra orkustig í vatnaleiknum. Svo var þetta með þetta allt á hreinu en svo komið er Jóhannesberg í skotið. Kukomak ver þetta, þeir platt ekki þann gamla, hann er bara mættur á sinn stað í rammanum, alveg ótrúlegt eintak þessi drengur. Já, þetta er auðlíkur og hvað sem maður sé bara í daglega lífinu eða í handboltaru þá er þetta frábær einstaklingur og hefur hjálpað afturlíku mjög mikið, sérstaklega á þessu tímabili í þessu markmannapari með honum Brynjari. Já, verður að þjálfa íþróttina líka en staðan hér 13-9, þá koma Mósendingar. Birgir Leo og Birgir á Þorstein og Blær út í hornið á Igor Gomudzinski og hann skorar. Svei mér þá, þetta er besti hornamaðurinn í dag í deildinni. Já, og er bara að finna formið í réttum tíma. Það komið til Siglufjarðar þegar Haukar nættu í hann. En staðan hér 13-10, þriggjamarka munur, Sigurður Arnar tekur leikni eða við skulum heyra í Steina ef að það er mögulegt. Já, við fáum hérna bara innsýn í hvernig er alltaf svona aðeins að róa leik sín. Þetta er svona síðundarfarið öllítið að jafnast og FH þurfa að finna formið. Og svona ekki róan lið á sama tíma, ekki að panika, halda leikplani og svona vera vissir og ég meina það er ósköp einfalt að FH búinn að byrja leikinn frábærlega, auðvitað kannski óheðilegt að skora þessi 13 mörk hérna á einhverjum 15-16 mínútum í byrjun leiks en það er bara klókt hjá Steina að taka leikliði núna held ég, þetta eru svona 3-4 mínútur sem maður sér einhvern veginn hvernig þetta virðist vera svona breytast, þannig að við sjáum heldur bara FH-liði núna leita aftur í grunninn og hvernig þeir byrjuðu leikinn. Já, Mósendingar búnir að stöðva blæðinguna en þeir þurfa að halda áfram. Þriggjamarka munur, heimamenn leiða. Svo er það oft gríla, þú vinnur ekki í mörg ár. Eins og hér í Kaplakrika þá eru menn með það í undir meðvitundinni. Þeir vita það manna best. Já, þeir eru auðvitað, markmiðin eru skýr og hafa verið skýr, þannig að það er svona spenna og titringur held ég bara í öllum. Það er langt síðan bæðið unnu og mikill vilji til staðar. Mósendingar haldi vel á sínum málum og búin að byggja upp gríðarlega öfluga handboltadeild. Og Einar Örn Sindrason með sendinguna, hún er ekki nægilega góð en þetta er fótur hér, hárrétt og Mósendingar geta minkað muninn í 2 mörk. Langt síðan að Steini Litli skoraði. Já, það er bara ekki síðan fyrstu 5 mörkin, þannig að hann skuldar eins og sagt er. Sjáðu hvað gerist, Birgir Benediktsson. Blær.
Við þurfum hérna meiri læti í húsið, mér finnst lætin alveg nóg. Og þetta frábært skot, Blær Hinriksson. Þannig hann bestur af gólfinu. Og F-fáingar að tapa boltanum og býði við Birgir Steinn nær ekki þessum tveggja marka munur. F-fáingar fá annað tækifæri, 9 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Ásbjörn Friðriksson, Jóhannes Berg út í hornið. Það Birgir, Ágúst Birgisson. Skiptir á milli varnar og sóknar. Inn á kemur trukkurinn sjálfur, Jón Bjarni Ólafsson. Ótrúlegt stykki. Já, bara, við höfum talað um það í allan vetur, hann er búinn að vaxa svo mikið og orðið bara einn af tveimur bestu línumönnum deildarinnar. Þetta Ásbjörn, Jóhannes Berg. Og Jakob Martin Ásgeirsson með sitt fyrsta markið. Vel gert hjá honum, frábær varnarmaður einnig. Jakob Martin spila gjarnan sem bakvörður. 14-11, þetta var nauðsynlegt fyrir F-fáinga að ná þessu marki. Sjáum hvað hann nýtir teyginn vel, frábærlega gert. Vel gert og mikilvægt fyrir F-fáingana að finna netið aftur eftir nokkra mínútna þurr. Rúmlega 2000 áhorfendur hér í kriganum. Blær. Og Þorsteinn Leó Gunnarsson með sitt 7. mark loksins skoraði hann aftur. Tveggja marka munur, 14-12, Einar Sindrason. Þessi sending alls ekki góð. Og Mósendingar vinna boltann, mér sýnist Birgir Steinn að hafa fengið högg þarna. Hann lítur að harka það af sér. Þetta eru alvöru menn hér. Já, það á að vera að harka í þessu og menn eiga bara að finna fyrir svona höggum og aðeins svona, þetta er ekki nema 3-4-5 sekúndur, svo ertu bara klar aftur. Tveggja marka munur, þetta er frábæra byrjun F-fáinga. Mósendingar að koma tilbaka eins og þeim einum með lagið. Birgir Birgisson inn á línuna, Jakob Árásson út í hornið, Árni Bragi setur þetta í fjærhóttið hjá Árna Braga Eyjólfsson í fyrsta markið hans í leiknum. Já, virkilega gert, vel gert hjá Árna og komast sér líka svona inn í leikinn. Jakob gerir þetta náttúrulega meistaralega vel, á ekki langt að sækja hæfileikana. Sonur Arons Kristjánssonar. Já, hann er með leikstjórnandan í blóðinu. Bræður hans einnig frábærir í handbolta. Darri auðvitað leikmaður yfir í Fraklandi og Freyr Arason 2008 móti en eftirlegastu leikmaðurinn í þeim aldurslokki. Það má hann saga hér aukakast. Já, og er bara lykilmaðurinn með í þriðja flokks liða Hauka sem að átti kapi við afturhendingu áðan. Akkurat, mikið efni þar á ferð. Mikið að efnilegum strákum á leiðinni í íslenskum handboltateksta. Hér 14-13 þegar F-fáingar fara á punktinn. Og það er þessi hér, Símon Mikael Guðjónsson, bróðir Sigvalda Guðjónssonar. Þeir eru nauða líki bræðinni. Og sjáu þið, hann setur hann bara fram hjá markinu, tók hann í fyrsta. Kukoman, hann brosir í campingkartinu. Honum fannst þetta fyndið. Já. Við sýndist það nú ekki snertaðan en við þekkjum þessa markmenn, þeir telja þennan sem varinn. Mósendingar geta jafnað metin eftir frábæra byrjun heimamanna. Stemmingin stigmagnast í böllunum. Birgir, Þorsteinn Leó. Og Blær fer í skotið, brotið honum í skotinu. Vel dæmt. Dómararnir hafa haft góð tök á þessum leik. Enn komið. Já, sammála því. Þeir hafa verið að vaxa undanfærin ár og eiga skilið að fá þennan bara stærsta leik Íslandsmótsins hingað til. Blær. Og Birgir Benediktsson verið svolítið ragur og Þorsteinn Leó. Einar Bragi dregur hann niður. Hann er fastur fyrir Einar Bragi Árteinsson. Það faðir hans Artur Jónsson þjálfari til margra ára. Þetta er góð vörn, en slepptu bara. Takk. Fríkast hérna. Atvinnumaður í Þýskalandi og leikir í íslenska landsliðinu nokkra leiki. Meðal annars á túnverning í Hollandi með bróður sínum Binni. Þetta er 85. Þetta mást ekki. Nei, þetta er næstum því fyrir minn tíma. Þannig að ég býð svo vel að þú fræðir mig fullt af hlutum hérna í þessum útsendingum og það er vel. 14-13 er staðan.
Eins marks munur. Mér finnst gott hjá Mosfeldingum að hafa komið tilbaka. Þeir voru ekki góður í stöðu. Leikur liðsins var flatur. En þeir eru að jafna sig. Já, þeir eru að jafna sig og hafa fundið svona þennan varnarleik sem við höfum aðeins talað hefur verið svona sterkur og stabíl, en var það ekki upp á leik sem hefur fundið. Og enn og aftur frábær línusending. Jakob Aronsson skorar ekki, Daniel Freyr ver þetta aðeins jakar við Jakobi Einar Bragi Aðartinsson. Þeir eru með góðar gætur á honum, hann fer í árásvöldna sínar þessi strákur, híkar ekki við að staðan er 14-13 eins og þið sjáum á skjánum árandi góðir. Við erum í beinni í sjónvarpi Símans opin dagskrá fyrir alla landsmenn. Hraði, kraftur, spenna. Birgir Már, Ásbjörn. Einar Örn. Þetta er frábær línusending. Hún er eiginlega algjör snill. Jón Bjarni með sér 3. mark, 15-13, tveggjamarkamunur. Það er frábæra Jón Bjarni einhvern veginn að finna mómentið, finna rykking svona þegar sóknin virðist þeirra að fjara út. Þá einhvern veginn kemur móment frá honum, smá sprengja og gefur F-fangum mark. Hann er mjög sterkur þegar hann kemur svona undir, sko, það er erfitt að eiga við hann, svo er hann örfendur líka í þokkabótt. Það er í raun ótrúlegt að hafa enda á línunni örfendur. Og sjáu þér Þorsteinn Leó Gunnarsson með sitt 7. mark, 15-14, þvílíkur hamar. Á leiðinni til Porto, þessi strákur. Við myndum að sjá mikið til hans í Evrópu næstu árum, ég er algjörlega sannfærður um það. Frábært efni. Sjáu þetta skot, hann sér aldrei boltan. Nei, þetta er bara svona eins og upphæður leiks, að fólk þurfa að vera aggressífar á hann ef það á að stoppa þetta. Ásbjörn. Þetta er svo langar leiðir. Ásbjörn Friðriksson með sitt 5. mark, 16-14. Hann hefur gert þetta milljón sinnum. Já, þetta var virkilega góð svona taktíka að einhverju kom með leysingur þarna og Steini situr eftir einhvern veginn, fær kannski ekki skilaboðin eða sér það á seint að innleysingin tæmir Birgir Steinn þarna og galop inn í miðju fyrir Ása. 2 marka munur. Sigursteinn Arnar íbygginn á svip. Og Birgir út í hornið. Fast tekið á honum. Birgir var mjög sterkur gegn Val í leik 4. En Mosfeldingar þurfa meira framlag frá honum, hann er komið með 1 mark. Það er rétt sem þú segir, hann var bara svona heilt yfir í einvíðinu móti Val og var hann bara góður. Hann er náttúrulega með svona kannski mikilvægara varnarhlutverk í dag og er svona að draga í sig og aðeins að finna rétt moment fyrir auðvitað Blæ, Birgir Steinn og Þorsteinn Leó sem er að koma svo mikið inn á miðjuna hinum meginn frá, en auðvitað þarf hann að setja nokkuð mörk og aðeins að auka vítina í sóknarleik afturöldingar. 2 marka munur, 16-14. Blæ, Þorsteinn Leó í skotinu og hann skorar. Þetta er sýning, þetta er enga sýning. 16-15, 8 mörk. Þetta er svakalegt að horfa á þetta. Þetta er svo yndislegt að eiga svona mann. Já, þetta er bara eins og við höfum sagt svo oft áður. Þetta er svona eitthvað uník, eitthvað svona sérstæða sem hann er með sem er svo gaman að fylgjast með. Þessi skot, það er ekkert að þessari öxl eins og staðan er í dag. Það sýnist mér ekki. Hann er bara í fínu standi og öxlinn góðu líka. Þannig að það er ekkert á. Aldrei verið betri. 16-15, 1 marks munur. Meiri rók yfir bekknum hjá Gunnari Magnúsinni núna. Sjáum hér markaskórið Þorsteinn Leó. Takk fyrir þetta, 8 mörk, Ásbjörn 5. Þetta eru markahæstu menn vallarins. Jón Bjarni 3, Ígor Kolesinski 3. Já, það er ekki nema 14 ára á myndið þessara leikmanna. Sjáum hér höfðingja í stúkunni. Katrín Jakobsdóttir mætt og Guðmundur Magnússon, Kato, fyrrum leikmaður FH. Þorgerður Katrín.
Katrín heldur með Liverpool, Guðs í lof. Ásbjörn Freyrisson með skoti, setur þetta fram hjá markinu, 16-15. Gunnar Málkvist, gaman að fylgjast með honum inn á vellinum. Leggur sig jafnan 100% fram, yndislegu drengur, fastur fyrir. Aldrei ruddalegur, aldrei. Gefur ekki tókn. Það ekki fritt frá honum. Aftur. Þeir tapa boltanum illa. F-fáingarnir eru ljónheppnir. Það að fara eftir klippingu, hvernig bara fljóta í sig. Það gerður hér. Leikmaður 24, Einar Örn Sindrason með fyrsta mark. 17-15 átti frábæra línurendinga áðan. Nú skorar hann. Vel gert, sjáum við aftur líka nýttir þessar 10 sekúndur. Við veðjum á Steinali. Blær út í hornið, Ígor inn úr horninu og sjáu þetta skot. Wow! Svona gera bara listamenn. 17-16. Þetta er mjög tæft, þetta er ekki línu. Það er komin hálfleikur hérna. Já, frábær slút þarna til að loka þessu fyrir hálfleik. Þetta var þetta, ég stend upp. Þú ert bakveðan, ég fram á núna, þetta er ekki lína, 100%. Já, Sigurður Adal á léttu hundi hérna en þú dregur þetta saman innan Ingi Hrafnsson. F-fáingarnir byrja þetta mjög vel en Mosambíkarnir sko, þeir eru að finna betri takt. Hægt og bítandi hefur þetta komið hjá þeim. Já, það var alveg greinlegt að einhvern veginn varnarleikurinn í afturlendingu, hann satt bara mjög illa. Segir sér sjálft að F-fáingarnir skoruðu einhvern 12-13 mörk bara á fyrstu 18-17 mínútonum og það er bara of mikið. Að sama skapi þá var svona sóknarleikurinn einhvern veginn bara Þorsteinn Leó móti FH. En það er hárrétt sem hún segir, þeir svona fundu rytman hægt og rólega og orkustíðið svona, það fannst eitthvað jafnvægi í því, þannig að vörnin stóð bara mjög sterkt og vel og við erum bara í svona bara algjörun naglbít eins og við vildum hafa. Hérna niður á vellinum er kvefaður Ingvar. Ég veit í þín, fáðu þér Panodil. Takk fyrir þetta minn kæri Kaupi. Við gerum okkar allra besta hér. Þetta er frábær fyrri hálfleikur. Þetta einvígi byrjar bara eins vel og mögulegt er. Staðan 17-16. Mikið skorað og það er gaman að Afturelding er búið að vinna sig aftur í leiki. Voru 5 mörkum undir áðan og F-fáingarnir hefðu getað komist í 6 marka forystu en við ætlum að gera þetta allt saman upp eftir auglýsingar og ég held að sé bara með frábær leik fram.
Já, komið sæl aftur að skjánum, það hálfleikur hér í Kaplakrika, 17-16, Einar Ingi, þessi fyrri hálfleikur hafði bara allt, það sko FH tekur forystuna, aftur kemur tilbaka, það lítið vari, kannski það einu sem vantar, en geggjur spenna og mikið all. Já, bara frábær handbolti, bæði lið einhvern veginn, reyna svona öllítið að keyra, fólk hafa verið öllítið betri í þessari seinni bylgju, en hárrétt sem þú segir, það var einhvern veginn í byrjun FH á móti Þorsteini Leo, svo einhvern veginn þurfti Þorsteinn Leo pásu, þá fann FH svona meiri rytma og komist öllítið, meiri rytma, gengu þeir hans á lagið og náðu smá forskoti, en bara vel gert hjá Aftureldingu, náðu að binda saman vörnina og koma tilbaka. Ég meina sjá minna bara skjánum Þorsteinn Leo, hann skorar fyrstu 5 mörkin, pásar eins og segir það staðan eftir 7-5, kemur síðan aftur inn eftir nokkra mínútur og ásjan hvað síðustu 3 og síðustu 4 mörkunum eða eitthvað. Hann með 8 mörkur, 8 skotum, þetta bara veisla. Já, þetta stórkostleg mörk bara og sjá þessi skot, þetta allt einhvern veginn í vinklunum og Danni ekki svona nálægt þessu. Nei. Þannig að þetta svona, maður fannst öllítið svona eftir þessi 5 mörk sem að FH fór aðeins að sækja meir út í hann, en þarna þegar hann kempar upp eins og 2-3 skref í loftin, það bara ómögulegt að stoppa þetta, þannig að ég held að FH þurfa öllítið svona að sjá hvernig þeir ætla að mæta honum og leyfa þá öðrum fyrir utan að finna markið. Þetta í rauninni bara Þorsteinn Leo og Ígor sem líka með 4 mörk og 4 skotum, þannig að þeir einhvern veginn eru algjörlega á deginu sínum en aðrir þurfa kannski að stíga meira upp og bakka á betur upp. Já, ég meina á eins og með Jakob Aronsson sem búinn að vera sturlaður og við töluðum hann og frábæri síðasta leik. Hann að gefa sér áfram tíma í slútin en ekki að slúta vel á sama tíma. Nei, óöfn kannski svona í þriðja slútinu, fyrsta slútið mitt gaf hann sér mjög góðan tíma á. Rosa mikið tíma. Og Danni, of mikið tíma eins og sagt en nú Danni las hann bara og varði vel, en hann náttúrulega gerir allt aðra hluti líka, hann hreyfanlegur og auðvitað að valda þessum usla. Við sjáum Aftureldingu vera að leysa mikið inn, það þessi hotna innlöp. Í byrjunu var þetta mikið átnibræði og svo byrjaði Ígor og Liti að leysa líka og þetta allt gert til þess að binda menn niður, bara svo séu öllítið seinir út í Þorsteina því að ef þú ætlar að stoppa hann þegar hann í þessum gír þá verður hann bara að vera mættur og þá bara vel gert að Gunnar Magga einhvern veginn að leggja þetta svona upp bara til að koma Steina í gang, en á hinn bóginn þá þarf hann að finna eitthvað annað til að koma öðrum í gang. Akkurat, sko Aftureldingu tekur leikhlé í stunni 9-5 eftir einhverjum 12 mínútur. Það virðist ekkert mikið batt í kjölfar en svo kemur kaflinn og FH þarf að taka leikhlé þegar það komur einhver 3 mörk í röð og Aftureldingu gengur á lagið, bara mjög vel gert til þeim að búa til núna mjög jafnan leik. Já, af því að hárrétt sem þú segir líka bara að FH geti byrjuðu svo vel. Þeir voru bara rytmiða flottir og komu einhvern veginn öllum í gang. Ási fann bara svona formi sem að við svona sáum hjá honum í þessu leikjum og dýpu upp, sérstaklega kannski leik 3-4-5 eitthvað svoleiðis, en hann heldur áfram þar og bara góður rytmi í FH-liðinu. Vörnin var búin að bara svona öflug og ákveðið aggressív, en svo einhvern veginn gerist eitthvað, bæði vörnin Aftureldingu batna og það tölum við. Akkurat. Og sá svolítið svona Gunni Mall einhvern veginn, hann kom einhver gír með honum, kom aftur inn þarna og svona reyndi að berja menn áfram og búa til þetta svona attitude sem að hann svolítið frægur fyrir og það gekk einhvern veginn upp. Afturelding byrjaði bara að spila betri vörn, það er ekkert að segja að markvarslan hafi komið og hjálpað þeim að gert eitthvað. Þeir eru bara með Sigurð og boltan varinn, Kúkumann komað inn eftir 15 mínútur og þeir eru með Sigurð og boltan varinn, þannig að auðvitað þurfa þær að fá markvarslu. En það er líka svona gott kannski fyrir Aftureldingu að sjá að vörnin heldur er svona erfitt fyrir FH að komast í skot þarna síðustu 10 mínúturnar, þannig að já, ég held þetta geti brugðið til beggja vona. Ef að FH nær að róa sig öllítið niður í sókninu og finna þessi færi sem eru svo að fá sérstaklega í þessari svona þriðju bylgju, en uppstundu sóknarleikur þarf að batna hjá bara til muna finnst mér, svo að þeir finna aftur rytman og byrja fram að skora. Sko ekki spurning og sko Ási, ef það var einhver sem fílaði þessa pásu, þessa tveggangna pásu, það var vantar Ási, hann talaði með við til viðtal eftir síðasta leik að þetta geti hjálpa honum. Hann er alveg að finna sig, mikilvægt líka fyrir á Jakob Martin, hann skoraði þetta á mikilvægt tímapunkti bæði fyrir FH og fyrir hann, einhvern veginn að tengja sjálf og sinni í þetta aftur, var í banni. Já, eina sem ég finnst kannski vanta er svona þessi auðveldu mörk, þessi með Jóhannesberg eða Einar Bragi, fá bara gott skot utan að velli. Bara einhver góð gripping, mark og bara svona róar mannskapin. Þetta er ekki að hafa svona mikið fyrir öllum mörkunum, af því að
Jón Bjarni er rauninni sá sem búinn að vera klippað úr snörunni tvisvar með svona rykkjum, mjög góður hlaupum svona baki tvistana sem að gefur þeim þessi mörg sem er að vera að fá eftir mínútusók. Ég held að það sé búið að gera þrisvar í leik. Þannig að það er svona, já, þeim vantar einhver og meiri ógnun á utan. Að spila vel breytt, að opna við 1 og 2 en það er svona, það er utan að velli sem að vantar aðeins. Þeir ná þessum mörgum, þetta eru mómentin sem þú ert að tala um þegar Jón Bjarni er í svæðinu sínu, þeir ráða ekkert við hann og Einar Bragi mitt og Jóhannesberg sé ekki að þvinga sér ykkur skot sem er ekki í rytma. Akkurat. Sjáum bara, þetta eru 2 boltar sem hann er að koma bara í hlaupinu, færa hann í svæðið og í nokkuð vissum bæðum, jafnvel öll mörkin voru einmitt þegar voru búin að vera langa sóknir. Auðvitað þurfa að finna kannski á lítið meira, sérstaklega þegar afturöldingur komnir aðeins ofar, svona eru að stuða á aðeins en ég held að hvorugt liðið sé í einhverju miklum arresteringum inn í hálfleik. Þetta er meira svona róa aðeins að bara, við hafa bæði fundið svona sinnbolta bara við mismunandi tímabútum. Þetta er meira einhvern veginn bara núllstilla gameplanið, komin í leik inn í seinni hálfleiki bara á svona sínum forsendum og svo er bara að sjá hjá hverjum það hefnast. Ekki spurning að fyrir að styttast í seinna hálfleikinn. Þetta verður eins og Einar segir vonandi áfram í þessum bara baráttu gír, við vonum það. Já, algjörlega. Við sjáum ekkert annað. Já, og svo er þetta bara sá markmaður sem þetta eftir í gírinn. Það er bara eins og ofta að það vinnur leikina. Já, bara lögum til, þetta er frábær leikur, staðan 17-16, FH í vil, einsparsmunur, nóg eftir, Einar Ingi og Gaupi Lísa, fyrstu auglýsingar. En til þess þurfa
Heldur og sælir á nýjan leik Áhorfendur góðir, Áhorfendur Símans. Við erum í opinni dagskrá auðvitað. Úrslitin á Íslandsmótinu í handbolta og Hollistild karla. Fyrsti leikur, FH Afturelding. Staðan í hálfleik 17-16. Allt er reiður fyrir þann síðari. FH-ingar byrjuðu þennan leik af miklu afli en Mosfeldingar voru lengi í gang. Þorsteinn Leó Gunnarsson verið með enga sýningu hér í Hafnarfirði komið með 8 mörk. Í raun listahátíð hjá honum hér. Ótrúlegt eintak þessi stóri og skemmtilegi leikmaður. Sjáum að hérna Þorsteinn Leó Gunnarsson með hamakamp, laufléttan. Gunnar Málkvist sáum þetta strakaðan ekki náinn. En síðan hálfleikur er hafinn. Þetta er fasjón. Símon Mikael byrjar í vinstra horninu, Einar Bragi og síðan Jóhannes Berg Ásbjörn sem var frábæri fyrir hálfleik. Markaði eftir FH-ingar með 5 mörk. Það gerir Einar Bragi vel og svo Ásbjörn. Veist er inn á línu inn í 4-2. Einhver miskilningur hér, sendingarmistök en FH-ingar með lifa þetta af hendi komin upp hjá dómarum leiksins. Ásbjörn með skot af gólfi. 6 mörk er hann komið með gamli maðurinn. 18-16, 20 marka munur. Já, ég ætla að þetta orðaði á svona góð með svona holningu á FH-liðinu þarna í fyrstu svona sendingunum og klippingunum en svo kom þessi feilsending og auðvitað Ásbjörn hann setur 1 gólskot í andlitið Aftureldingu. En það má ekki gleyma því, það verða fleiri að koma að þessu hjá Mosfeldingum. Þorsteinn Leó 8 mörk af vísu en hinir verða að vera með. Það er bara þannig, þeir verða að stimpla sig inn og það verður bara að vera dreifara. Og Blær Hinriksson, þetta er frábærlega gert hjá Blær, fiskar hér vítakast. Þarna sýnir hann snilli sína, hrikalega fljótur á löpunum, sjáðu þetta. Þyngdarpunkturinn er neðarlega þannig að hann er ótrúlega hæfileikaríkur þessi strákur. Og hann skoraði líka vítunum gegn Val. Hann er kominn að punktinn aftur og hann skorar þetta mark og minnka munn í 1 mark. Já, það er búið að vera svona víta vesen á Aftureldingarliðinu getur orðað og bara svona leiðtoga moment hjá Blær einhvern veginn, rífur bara boltan þó að það hafi verið brotið á honum og... Já, Leifur gröfustjóri í Mosfellsbænum segir bara við skorum ekki úr vítum. Menn að vera heimta alls konar menn á punktinn. Og boltinn dæmdur af FH-ingum, ekki sagði hann fyrir hvað, skiptir ekki máli, dómararnir með þetta allt á hreinu. Já, skrefsaðan, en hvort það var rétt, það er annar mál. Þeir geta jafnametinn, gestirnir úr Mosfellsbænum, frábæri strákar, allir sem einn. Birkir Benediktsson á leið til Japans, segi og skrifa. Blær. Og Þorsteinn vekkurinn yrði þetta, fótur hér því miður. Jóhannes Berg fékk boltan þarna í fótinn. Það má ekki 18-17 er staðan, 1 marks munur. FH-ingar búin að vera í 2 vikna fríi en Mosfeldingar voru að spila við Val. Og Blær með skot af gólfi, Blær Hinriksson, þetta er vel skotinn. Hann er komið með 3 mörk. Jafnarmetinn, 18-18. Ágúst Birgisson, þetta skorar Ágúst Birgisson á línunni. 1 mark frá honum, 19-18. Já, við sjáum þessu svona rauðmiðju og setjumilgi, hún er að gefa FH-ingunum mjög mikið að halda pressunni. Síðast var ég aftur í stöðinni 4-4 í þessum leik. Algjörlega. Birgir, Blær, Þorsteinn og Blær í árásina, Þorsteinn Leó. Náði ekki að koma boltanum hann út í hornið og Igor Kopetsinski sem er með 4 mörk. Hann næst markar hæstunum Mosfeldingi í þessum leik. Blær fyrir klippinguna við Birki og þá var það Þorsteinn Leó og Birkir, nei, kemst ekki gegn auka kast. Varnarleikurinn sterkur. Númer 18 kominn inn, Daniel Mattíasson. Já, hann hefur oft hjálpað FH-ingunum, sérstaklega í svona aðstöðum sem þarf að sækja út og koma á þessa klassísku blindu lið, þannig að ég held að þetta sé bara klókt að hann komi og... Já, hann er naut, sterkur, hann er smávaxinn, hann er eins og He-Man. Já, hann er
Hvað segir maður? Hann Gunni Marr fyrir F-fóinga. Já, heldur betur. Árni Bragi kemur úr djúpinu, skýrar sig síðan aftur niður. Og Birgir þarf að ógna í skot. Birgir Benediktsson, þetta auka kast. Hann svolítið ragur hann Birgir, hann verður að fara í skotið. Hann verður að ógna í skotið í það minnsta. Taka fríkast hérna og ég þarf að fá ykkur niður. Það er eina. Strákar, ég þarf að fá hælan ykkur báða niður. Báða hæla niður. Takk. Reglurnar eru bara skýrar og hann vil fylgja þeim. Það dæma þetta mjög vel. Drengirnir og þá er það Þorsteinn Leó Gunnarsson, maður minn. 9, wow. 19. Jóhannes Berg setur þetta í vegginn. Mosfellingar, Einar Ingi Hrafnsson geta komist yfir í fyrsta skipti í þessum leik eða hvað? Jú, ég held að það sé bara rétt. Laukrétt. Þannig að þetta er bara átt að endan á milli og það verður þannig bara til leiksloka held ég. Sko, Mosfellingar sýndu það gegn Val. Hvers þeir eru megnir. Það er ekkert einfalt mál að leggja Val að velli. Það er ekki einfalt. Nei, og þeir fundu svona taktið vel þar í að stoppa raðan. Og Þorsteinn Leó. Og hann í skotið og hann skoðar 10. markið frá Steinar Litlamaður. 20-19 og þeir jafna númer 22 Einar Bragi Aðalsteinsson þessi nafnaðar. Þetta er naglbítur þessi leikur. Já, þetta er Þorsteinn Leó. Hann virðist vera orðið smá reiður. Það er bara gott. Það er bara gott. Mér skilst að bróðir hans á yngri, hann er skapstór og hefur mikil keppnisskap. Já, við köllum þetta vilja í Mosfellsmönnum. Góður. Við sjáum Einar Andra. Öðlingur mikill, Einar Andri Einarsson. Þorsteinn Leó ætlaði skotið. Ígor skynsamur, fer ekki inn. Stanýjar, Mosfellingar geta komist yfir. Og Þorsteinn Leó, þeir hanga í honum. Auka kast segja dómararnar, er þetta ekki 2 mínútur eða hvað? Við skulum sjá. Það er einhver sem er að fóra svo mikið. Nei, ég Einar Bragi hafi hjálpað honum hann að pressa nógu vel þannig að hann kannski var ekki eins mikið aftan í honum og hann hefði getað verið ef hjálpuna hefði ekki komið. En hvað er það staðan í FPR? 20-20. En aftur hendi komin upp. Og Þorsteinn Leó, en nú er Daniel Freyr Andrésson. Það vantar klikkar skot hjá stóra toppnum. Þetta er fyrsta skotið þetta. Já, sem klikkar. Blær, Birgir Benediktsson. Og Blær fara alla leið og hann gerir það og skorar Blær Hinriksson. Þetta er frábærlega gert. Hann tók tillaup, 4 mörk. 20-21. Gunni Marr kannast að segja dómarunum til, við veitum að hafa verið tekið í höfstuna á honum, menn reyna öll triksin í bókinni. Nauðsynlegt. Sjáum þetta hérna aftur. Nei, kemur ekki við það. Nei, það er bara misskilningur að það er vörðin að fá. Einar Bragi og frábærlega gert. Árni Bragi Eyjólfsson skorar. Eftir þetta í neti, þeir eru komnir 2 mörkum yfir Mosfellingar. 20-22, Jóhannes Berg, aukakast. Já, þetta sé mikilvægt fyrir F-fangur núna aðeins að nústilla sig og finna bara einhverja taktík sem býður upp á eitthvað auðvelt, eitthvað sem hefur verið farið oft í gegnum því að þetta er á leiðinni í einhverja átt sem þeir vilja alls ekki að leikurinn fari. Birgir Steinn lendur vaktina þarna í þristinum, gefur í sterkur sóknarlega, frábær varnarlega. Jóhannes Berg, áspjöld, Einar Bragi. Ásbjörn Friðriksson reynir að finna línuna. Sjáu þið baráttuna hérna, Jón Bjarni, sjáu þið trukkinn. Ásbjörn skot, þetta er undir höndar bestu gerð, 7 mörk. Þetta var rosalegt mark. Þá mun það hérna, þetta er
frábærlega skotið Ásbjörn Friðriksson, 21-22. Gestirnir leiða. Já, ég sakna svolítið að Jóhannes Berg fær í skoti hérna fyrir utan. Hann að fá svona tækifæri á 9-10 metrum þar sem að afturölding liggja nokkuð flatir. Hann verður að skjóta úr þessu. Á þessum tímapunkti áttu alls ekki dragaði inn í skel og Þorsteinn Leó Gunnarsson 11 mörk. Þetta náttúrulega bara sýning hjá þessum dreng. Gunnar pappans, Gunnar jafnabindingamaður, hann staðan á fætur, hann komið með húu líka. Hann stendur þetta beintunni fram á okkur. Stór dagur fyrir fjölskyldunni í dag. Heldur betur 21-23. Tveggja marka munur frábærlega gert hjá Mosfellingum. Ásbjörn. Einar Bragi, þarna verður hann að fara í skot og hann gerir það og skorar. Einar Bragi Aðalsteinsson að bæta við marki hérna. Þriðja markið hans. Einsmarksmunur 22-23. Þetta eru mikil átök hjá Einar Braga hérna. Vel gert. Ótrúlega vel gert. Rösta tilbaka eða í skiptingu? En svo er það Einar Ingi sko. Þegar að menn eru búin að semja erlendis, Einar Bragi við Kristjánsson í Svíþjóð, Birkir Benediktsson er á leið til Japans, til Wagunaka. Ég sko veit þetta fyrir víst. En þá oftar en ekki hægt að menn að spila sér leik út af hverju það. Já, menn virðast oft, eða svona stundum, kannski ekki alltaf, svona byrja aðeins að spara sig með enn alltaf bara, þú ert að fara í umhverfi þar sem að það er ekkert gefins, þú þekkir ekki neitt og svona ert að hitta nýjan þjálfaraðan eða þú vilt einhvern veginn vera heill, þannig þú vilt alls ekki meiðast. Mér finnst samt í dag núna, við erum konur í úrslitakeppni og þú ert í þeirri stöðu að geta skrifa söguna og þá eiga menn bara að vera 100% klárir. Þá koma Mosfellingarnir, Þorsteinn Leó Gunnarsson með 11 mörk, ég held að þessi búin að klikka á einu skoti. Einn! Árni Bragi. Blær. Búin að vera góður í þessum leik, Blær Hinriksson. Og Þorsteinn fer í snúninginn og þeir draga hann í parketti hérna. Já, Þorsteinn þarf að vera klókur, hann má ekki vera að þvinga árásanirnar, hann verður þreyttur og það hefur verið svona mikill munur á milli þess hvort að hann sé inn á vellinum eða ekki inn á vellinum fyrir afturöldingu í allri þessari úrslitakeppni, þannig að mikilvægt að Þorsteinn sé meðvitaður það og bara spari sig það sem við á til þess að halda orkunni til loka. Við töluðum það hérna áðan, Gunnar Magnússon, hann er ekki búinn að rúlla liðinu mikið. Sko sömu mennirnir eru að spila þetta nánast mínútu til mínútu og sko það er spurningin að komast upp með það. Já, og það er nefnilega spurningin, hann á auðvitað þar möguleika að setja Árna kannski aðeins í hægri skiptuna til að hvíla Birki og svo er hann með Gísla og Bergvin sem að eiga geta komið inn, hvort sem að sé þarna á miðjuna fyrir Gísla eða Bergvin að leysa með okkur varnarleik. Þorsteinn Leó, Blær Hinriksson, Þorsteinn Birkir Benediktsson. Virkar hræddur Birkir og aftur fyrir sig, gengur ekki. FH-ingar geta jafnametinn, 22-23 er staðan, Birgir Már skorar, hann jafnar, Birgir Már Birgisson miklar sveiflur í þessu leik, svona viljum við hafa þetta, staðan í jöfn. Já, við höfum auðvitað séð líka, Þorvaldur hefur verið að koma inn á línuna hjá Aftureldingu, hann hefur ekkert komið inn í dag. Þetta er allt svona litli púntar, það þarf að passa að halda mönnum eins ferskum og hægt er. Það eru 20 mínútur eftir þannig að orkustigið þarf að vera í lagi, ekki síst síðustu 10. Þá er það Birgir Ben og Blær, hann fer í árásina Blær út í hornið á Árna Braga. Frábær sending hjá leikaranum, Knáa. Og Þorsteinn, hann setur þetta yfir. Þetta eru tíðindi. Já, þetta er málið, þetta er svona þessi þreyta. Jóhannes Berg, Ásbjörn Friðriksson, FH-ingarnir undir í hálfleik og þeir eru að elta. Já, ég held að Gunni Mag svo ég haldi nú áfram í því að
að hvíla á þess að dreifa. Ég held að verða að hvíla Steina núna, gefa Þorsteini Leó nokkra mínútur til að pústa. Bragi, Ásbjörn. Og frábær sending en hann grípur bara ekki boltan. Það hinn handlegurinn á peningnum, eða hinn hliðinn. Og þeir missa boltan klaufalega gert. Igor Kopesinski missir boltan þarna klaufalega. Staðan jöfn. Áfram barist hér í Kaplakrika. Þetta stórkostlegur leikur sem að fá þetta Gaupi. Þetta bara jafnt á öllum tölum og nóg eftir og mikið að hlutum sem geta gerst. Tvö frábær lið sem að glíma hér og berjast. Bragi, vel gert, boltinn út í hornið og Jakob Martin Ásgeirsson setur boltan í stöngina. Nei. Þetta var réttur dómur, hann bara heyrði ekki. Hann bara skýtur í stöngin út af. Ég að segja við hann, hinn áttinn, hann bara röggaði. Þetta var aldrei spurning. Nei, þetta var aldrei spurning. Aldrei spurning, erum á öðru kóru hérna í dómaruleiksins staðan í jöfn 23-23. En spilar Þorsteinn Leó Gunnarsson. Það fer ekki út af. Þetta búið með 11 mörk. Árni Bragi. Tvær á skrefum þarna og Þorsteinn. Það vissi ekki nákvæmlega hvað hann átti að gera með boltann. Birgisson sótti á hann. Og Þorsteinn í skoti. Nú heyrðir veggurinn skotið. Hann orðinn örþreyttur, sýnist mér. Birgir Már, þetta glæsilega skorar, kemur upp á yfir. Birgir Már Birgisson, 24-23. Já, við sjáum hérna Gunni kalla Stein út að það sést greinilega. Hann bara orðinn þreyttur og hann raun búinn að spila bara 3-4 mínútur og mikið hérna í byrjun seinni hálfleiks. Já, núna síðustu svona 5-6 mínútur og þá hann bara eins og sprunginn vindinn. Þetta svo mikilvægt að gefa tíma. Það líka svo mikið vinna sem fer í varnarleikinn. Við erum auðvitað að tala unga, kvikk leikmenn sem eru fyrir utan ásæðina FH, en auðvitað Jón Bjarni líka á línunni. Þetta ekkert grín. Birgir Steinn, nú verður hann að svara kalli. Blær, búinn að vera góður. Árni Bragi, alltaf sterkur. Já, hér kemur skotið sem við vildum fá. Birgir Steinn Jónsson verður fyrsta mark. Og Ásbjörn Friðriksson svarar hæl. 8 mörk frá honum, 25-24, einstakmunur. Svíðingur leikmaður Ásbjörn Friðriksson. Búinn að vera í þessari stöðu í áratug, geri aðrir betur. Þetta var gott marki á afturlendingu áðan á þessu svona 5-1, 3-2-1 vörn sem FH getur að spila núna. Það síðustu 3-4 varnir. Bara sending út í hornið og Árni Bragi Eyjólfsson skorar 3 mörk á honum. Jafnametinn 25-25. Þetta leikur. Þetta naglbítur. Einar Bragi. Kvíkur á löpunum. Oft skotið betur en við gert í þessum leik. Á mikið inni. Kemur trukkurinn inn á línu. Bjarni Ólafsson. Og Einar Bragi, þeir eru í andlitin á honum. Hann missir boltan. Það ekkert fyrir sinnsnúð. Igor grípur boltan og gefur honum Árna Braga Eyjólfsson. Árni gegn og skorar á línu Arfylki. 4. marki, 25-26. Þetta var svona NFL. Já, gríp hjá Igor Árna. Hann teygði sig í raun framfyrir FH-leikmann og reif boltan til sín. Sjá það hérna, allt og stuttur þessi bolti og hann einhvern veginn rífur hann til sín. Sá hann í stúkunni hjá FH, það er 1-1 farin að fölna en það nú of snemmt. Já, þetta eru þetta svona þessi markverðar sem þarf að detta inn á öðru hvoru liðinu, þá geta þeir stólið þessu. Birgir Steinn heppinn að hanga inn á þarna, þeir eru hægt að reka hann út af í 2 mínútur hæglega. FH-ingar geta jafnametinn. Þeir eru markið undir. Einar Bragi klippi við Jón Eksberg og Kubo Matver. Vel gert hjá Kubo Matver. Sjáum við gamla manninn á sinni síðustu leiktíð. Pottrólegur, yfirvegaður.
Jóhann Ingi Guðmundsson, markvarðarþjálfari, brosti þarna í kampinn. Já, hann er að benda hérna á töfluna, þetta er greinilega Teiknað upp. Birgir Steinn. Og Birgir Benediktsson, boltinn heitur fyrir hann. Það dugar ekki og Birgir verður að fara í skotið og gerir það og hann skorar. Birgir Steinn Jónsson stanur. Það sem menn að vera að tala vopnin í Aftureldingu eru orðin fleiri. Þetta að Birgir Steinn kom inn í liðið og hefur svona verið stórkostlaugur eftir jól. 25-27 ætla ég að segja að staðan væri. Einar Bragi Jóhannesberg verið passífur núna í langan tíma. Það dýr ekki og þetta er vel gert. Einar Örn með þetta annað mark í þessu leik 26-27. Hókinn á reynslu. Lék á honum. Hæfileikarnir stundur svolítið ragur, getur gert meira. Eins marksmunur 26-27. Meiri læti, læti, sagði Valdimar. Hann er ekki hér. Og Birgir Steinn yfirhanda fintuna. En Jóhannes Berg verst þessu. Þetta er alltaf hættulegt í þessari stöðu. Þú getur fengið á því ruðning, það er svo einfalt. Frábær hugmynd. Aukakast, standið á fætur. Ekkert á þetta dómararnir. Skulum heyrið þeim hérna. Ég er bara að dæma fríkast hérna. Hann er aðeins í þér, ég veit það. Þetta er ekki alveg nóg. Fáum bara fríkast hér, hendin er uppi. Það er hárrétt, þessi dómarar eru bara búin að dæma virkilega vel og hafa haft góð tök á leiknum. Þeir útskýra sitt mál sem er alltaf gott og rólegir, yfirvegaðir, láta ekki hlaupa með sig í einhverja vitleysu. Þjálfararnir auðvitað rífandi kjátt á hliðarlínunni eins og þeir eiga að gera, en þeir heyra það ekki. Nei, þeir heyra það ekki og þeir velja að nýta hvert tækifæri til þess að róa örlítið svona attitúti á vellinum eins og hér og það er bara vel. 26-27 stemmingin. Hún stígur Magnars. Andrúmsloftið hér er rafmagnað. Þetta verður það í Mosfellsbæ á miðvikudag. Og Þorsteinn Leó. Dregið á honum finnst mér búinn að skora 11 mörk í þessum leik. Þetta hefur verið hans leikur en hans listahátíð í ofurtild karla. Og hér kemur mark númer 12. 26-28. Hann er óstöðvandi drengur. Aukakast býðir við. Gunnar Malmqvist á vettvangi, hann gefur aldrei þjón. Hann ætlaði með hann út úr húsinu þarna sem finnst mér. Tekja marka munum, 26-28. Mosfellingar ekki unni hér í 8 ár, ekki í 8 ár. Hafa gert þetta vel, byrjuðu illa en hafa unnið sig vel inn í leikinn. Þetta er ekkert ósynd á þau, gerðu gegn Val, gerðu það frábærlega. Gunnar Magn gert IBVF að Íslandsmeisturum. Hauka gerir hann Aftureldingu að meisturum eftir 25 ára bið, það skildi þó aldrei vera. Þá verður flaggað í Mosfellsbæ, flaggað. Og Einar Bragi Kukumann mættur á svæðið en þeir halda boltanum. Þeir þurfa mark í þessari sókn. 19 mínútur búnar af síðan áleik. Wow, það er leiklega. Heyrim í mönnum hér, Sigursteinn Arnar og aðstofamaður hans Einar Andri. Það er mikilvægur punktur núna. Tímapunktur fyrir F-fangana að endurskipuleggja sig. Snúa þessu.
til þess að breyta aðeins leikstíl F-fáinga því að hann hefur bara ekki gengið upp eins og skildi. Sáum að Einar Andri blandaði sér þarna í leiklið. Persónurinn úr Hafnarfirði. Safnaði biblíumyndum þegar hann var ungur og átti mikið. Heila möppu. En staðan hér 26-28. Stefán Árnason, tenorinn að norðan, hann er farin að klappa þarna, hann er farin að stýra stúkunni. Þessi magnaði strákur. Það er í kortum í Kópavogi í dag og heyrðist vel í honum, það söng í öllu í húsinu. Einar Örn Sindrason, þetta er erfið sending. En dómararnir búin að dæma hér aukakast og reka út af í 2 mínútur. Gunnar Málkvist, honum þakka fyrir komuna í byrni. Sjöfnir góð störf, hann fer út af. Það verðist að hangja þarna aftan í Jón Bjarna. En aftur, ég svona saknaðist markvistari klippinga hjá F-fáingunum. Þessi sending og svona sendingar, þær eru upp á von og óvon. Þú sem línumaður, þú lítur að taka undir það. Já, þetta er... Þarna er einhvern allt undir hjá línumann og vinna boltan. Engum greiðgerður. Dregur vel frá Jóhannes Berg, frábær varnarleikur þarna hjá Ígor Kopetsinski. Rauk út í hann, stöðvaði þetta í fæðingu. Einar Örn Sindrason, hann er í vesenni, hann er í vandræðum. Varnarleikurinn frábær hjá Mosfelldingum, vel útfærður leikur hjá þeim. Og það var Jóhannes Berg í skotið og nú skorar Jóhannes Berg Andrason. Þú varst að auglýsa eftir þessu, Einar Ingi Rafnsson. Já, hann verður einhvern veginn að kveikja á sér og vera bara öflur utan að velli því að það er alveg ljóst að allan leikinn í raun hefur F-fáingur skortið skot utan að velli. Það er þessi gólskot hjá Ása sem hafa verið en aðrir hafa bara ekki mætt í leiks utan að velli. 27-28, markaðistur maður vallarins, Þorsteinn Leó Gunnarsson með 12 mörk. 12 fingir. Og Birgir Benediktsson, jæja vinur, þú ert á lífi. 2 mörk frá honum. Gleður okkur að sjá þetta, tekja markamunur. 27-29, F-fáingar elta, deildarmeistararnir. Flestir spáðu þeim Íslandsmeistaratitli. En Mosfelldingar að koma hér aftan að mönnum. Þeir eru að stela senunni. Ásbjörn. Ígor Kopetsinski, 2 mínútur á hann. Hann fer að vendi. Ígor. Veit kannski upp á sér sökina en þannig að stígur augljóslega fyrir boltan og fæna bara í fótinn. 7 menn. Komumst á markalistan hjá Mosfelldingum. 10 hjá F-fá. Tekja markamunum. 27-29. 6-4. F-fáingarnir verða að nýta þetta ætliði sér sigur í þessum leik. Heldur betur boltinn út í hornið. Og Lenning skorar. 9. Leonard Þorgeir Harðarsson. Erfitt nafn, Leonard Þorgeir Harðarsson, erfitt fyrir prestin sem skilðar. Og við þurfum að heyra það áður, æfa sig. 28-29. Birgir Steinn, Birgir Benediktsson. Blær Hinriksson. Mikil að völd fyrir að fá. Þeir eru passífir í sínu leik Mosfelldingar, þeir verða að sækja á markið. Og það gerir Birgir Benediktsson, fær aukakast, hendinn komin á loft. Þetta eru 2 sendingar sýnist mér eða hvað? Takk á þetta réttum stað. Hendin hefur komið ítrekkað upp hjá Mosfelldingum í seinni hálfleik. Þeir hafa gert vel að skora, sjá hvað gerist núna. Birgir Steinn Jónsson reynir að tróða boltanum inn á línu. F-fáingar geta jafnað metin 28-29. Jóhannes Berg Andrason. Frábær sending út í hornið og Kubo Matver. Hann skaut bara beint á hann. Jakob Martin Árnesson. Þarna var illa farið með Albrandt færi. Sjáum þetta aftur hér. Þetta er frábær vast. Wow, staðsendingin. Pottróluður, við sjáum við Steinar Stóra, hann er í fríi.
28-29. Leikli. Gunni tekur leikli. Gunnar Magnússon. Póttrólegur á Vanda. Alltaf gaman að Gunnar Mag, sko. Hreyfingarnar á honum eru nákvæmlega sömu hreyfingar og Úlrik Vilbekk. Þeir eru landsliðsþjálfari að bana, þeir eru nákvæmlega eins. Gunni öggskemmtilegur þetta. Eru Mósendingar að komast yfir Hjallan að vinna leikir í Kaplakrika, ekki gert í 8 ár. Ykkur tímann allt fyrst. Vel gert hjá stóratalsnum hann, Birkir Bendisson. 28-29. Þorsteinn Leó Gunnarsson kominn inn. Aftur. Við erum að detta núna bara í clutch time. Nú það stóru strákarnir sem að þurfa að mæta til leiks og sigla þessu heim fyrir sittið. Hvar það endar, það á eftir að koma í ljós. Og Birkir, hann átt hann að fara í skotið. Blær Hinriksson. Og Þorsteinn Leó Gunnarsson og hann brýtir sér leið í gegn. Setur þetta beint í fangið á Daniel Frey. FH getur jafna metinn, þeir eru markið undir. Danni finnst mér skulda aðeins í vörslunni. Hann byrjaði leikinn okkur vel og með 5 bolta alltaf bara fyrstu korter. Já, hann er búinn að vera í fríi síðan. Já, hann er eiginlega búinn að vera í fríi síðan, það hárrétt. Hann verður að mæta því að Kukovac virðist vera að mæta í marki afturrætingar. Einbeitur. Kukovac. Ásbjörn Friðriksson. Einar Örn Sindrason. Og Jóhannes Berg og Kukovac, hann er mættur á sinn stað og vel. Þetta var mikilvæg markvarsla, 6 mínútur eftir, staðan er 28-29. Það eru gestirnir sem eru yfir Mósendingar. Það er stuð og stemmingen í pöllunum þeirra megin, gott að verða vitlaust. Kukovac er búinn að vera með 4 bolta og mjög stuttum tíma og í svona leika sem að markvarslan er ekki mikil þá telur það og getur breytt ekki. Og Blær fara alltaf inn. Kemur boltanum á Birkir Bendisson. Þetta snúa við, tók ekki sénsinn að fara alltaf leið. Hér kemur hann hins vegar með skotið brotið á honum í skotinu með draugakast. Enn og aftur, hending komin upp. Svona ómarkviss sóknarleikur finnst mér bara lengi núna í síðarhálfleik í afturhendingu. Þeir að vera að ná að skora á þessum lokametrum, sjáum hvað gerist. Peysutók þarna, Peysutók, ekki dæmt. Og þá er það Lenny. Og Kukovac, hann ver þvílíkt og annað eins. Wow. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt, já. Þetta er líginni líka, sjáu þið þetta. Hann er með allmarkið. Og hann ver. Afturinn gat ekki keypt sér varinn bolta þetta fyrstu 45 mínútur leiksins og svo núna Kukovac bara eins og oft áður mætir og ver bolta eftir bolta. Þorsteinn Leó og félagar hér halda áfram. Jakob Árásson Blær með skot af gólfinu og hann skorar. Þetta eru svo dýrmætt skot. Blær með sitt 5. mark. 28-30 er staðan. Eru Mósendingar að klára FH í Kringanum. Þeir þurfa sigur í þessu leik. Ásbjörn Einnig, hann skorar. Ásbjörn Friðriksson, 8 mörk á honum, 29-30, hvílíkur leikur. Vinnum og handkastið okkar góða. Þeir gera þetta upp, taka þetta saman. Sheffield, tekið bókla og klippar í góði úr Garðabænum. Já, þeir sitja væntanlega bara í sófanum upp í stúdíu og eru að horfa á greina á sama tíma og það styttist í skýrslu. Þá Birkir Benediktsson brotið á honum, hann missir boltann aukakast.
Nú að dómararnir líka að gæta sín á þessum tímapunkti í leiknum, getur mist þetta allt frá þeim. Þeir eru búin að dæma þetta mjög vel heilt yfir. Ég verð að hæla þessum ungum mönnum fyrir þeirra framlag hér í kvöld. Já, frábært dómgæsla og núna er svona þessi tímapunktur sem er rýnt einhvern veginn í hvert einasta skref hjá dómarunum. Já, núna þá er þetta raun bingo í sal hjá Mósveldingum. Bingo í sal. Já, ég veit Já, það væri það í það myndi Hlégarði. Já, það er Vínabæ. Og Blær, brotið á honum. Aukakast. Hendi komin upp. Já, þeir verða að láta boltan slæða, fljóta, finna sér stöðu. Finna menn. Þorsteinn, hann verður að fara í skoti. Hann fer í það hér. Niðurstúka og mörg. 13 kvikindi, 13 mörg. 29-31, Þorsteinn 13. Hann er búinn að vera skuggalegur drengurinn í þessu leik. Þvílík snill. Og pappa sem var að dansa, mamma sem var tóttróluð að setja hérna beintur í framan okkur, gaman að fylgjast með þeim. 29-31. Einar Bragi Aðarsteinsson, Jóhannes Berg, Ásbjörn. Tekur á langan tíma, stingar mikið niður, þau þurfa að fá mark strax. Jóhannes Berg brýtur sér leið í gegn, verið ólíkur sjálfum sér í þessum leik, oft séðan betri. Mósveldingar er að vinna til fyrsta sigur í kriganum í 8 ár. Jói, hei, komdu. Þorsteinn, komdu, Jói, Þeir eru báðir sögir í þessu byrja, það eru 2,5 mínútur, það reynum að klára þetta almennilega í Guðanabænum. Ok, fríkast hérna. Í Guðanabænum reynum að klára þetta almennilega. Vel gert hjá drengjónum þarna. Í komið með EHF réttindinn, fá stóran leik í kjölfarið og hafa staðist allar væntingar. Ásbjörn. Þarna leikurinn frábær hjá Mósveldingum, hreyfingin góð, en þetta gerir Ásbjörn vel setur hann hins vegar í stöngina og Mósveldingar í dauðafæri að komast 1-0 yfir í þessu einvígi, dauðafæri. Já, óheppinn á sig, hann setur hann bara í stöngina. Þannig að vinnur hann virkilega vel að 1-1 en óheppinn með skotið. 31 mark núna. Tryggir þetta fyrir Mósveldinga. Þorsteinn Leó, 13 mörk, skorar hann 14. Spurning dagsins. Sækir hér aukakastrákurinn, vel gert hjá honum, hann er skynsamur líka klókur. Vel gert hjá Þorsteini Leó Gunnarsinni, hann vinnur hér tíma. Hún eiga sannkallað stórleik hér, drengurinn, með sýningu. Mikilvægt móment núna að fá mark og það er alltaf þessi svona díalóg, hvenær viltu taka stjórnina sem þjálfari, viltu einhvern veginn taka tæmátti núna og stilla upp í þitt mark og hafa kontról eða treystur í leikmannunum. Þorsteinn Leó virkir Benediktsson í gegn, setur þetta yfir markið. Það sögnaði markið hérna stundum með Mósveldinga sem eru störf myndir á spenningi. Og Einar Bragi tekur undir skot, hoppkast, 29-32 staðar. Ekki verið mark. Hann var ekki inni. Hann var ekki inni. Þetta var mark á tölvuleiknum. Sigurður Larsson, auðvitað er hann ekki sama. Leifur Gröfustjóri að verða á þetta. Það semur traktorinn úti, ég er að velta því fyrir mér og svo grimmur á seminn. 29-31, þetta var ekki mark. Þeir taka leiklið þetta fagandi, þeir verða að setja um eitthvað. Já, eitthvað stórt og eitthvað flott ekki til þess að, já, hvað segir maður, vinna þess að síðustu mínútu 2-0, það er eina sem er í boði. En Mósveldingar gerðu þetta vel, 17-16 góðleikar í hálfleik. Heimamenn leiddu, byrjuðu betur, en Afturelding hefur bitið í skjallarendur og engin leikir betur en Þorsteinn Leó Gunnarsson með 13 mörk, segi og skrifa. Og þetta eru alvöru mörk, þetta er engin útsölu mörk. Sjáum Birgir Sigurðsson þarna í
bakstúkunni í skápinn. Faðir Ágúst Birgissonar, frábær leikmaður á sínum tíma. Sterkur. Vann lengst af hjá Coca-Cola og bar kastana bara sjálfur. Var aldrei með trillu. Hafðu þetta svo. Þetta er skemmtilegt. Smá sagnfræði hér, 29-31. FH fyrir 7-6. Hefði átt að gera það fyrr í þessu leik. Ég held að það sé rétt, þetta hefur svona verið. Já, þessi uppsóknungur hefur verið erfiður. Enginn Aron Pálmarsson og þá er þessi og það er staðfest. 29-31. Áskur. Þeir verða sko, þeir verða. Og Einar Bragi við skotum. Veggurinn hirðir þetta, frábær veggur. Einar Bragi á Ásbjörn. Og Jóhannes Berg í gegn setur þetta yfir markið, þetta átt að gerast. Myndaviðstafnir er að tapa á heimavelli fyrir Mosfeldingum. Ígor Jakob Aronsson, Blær Hindriðsson. Já, þetta er virkilega sterkur sigur í Aftureldingu. Bara alveg frábær sigur, taktist vel spilaður leikur. Árni Bragi vippabendingin, hann skorar Árni Bragi Eyjólfsson. 29-32. Hann er komið með 5 kvikindi, 5 börn. Mosfeldingar er að koma þeir í draumastöðu. Fyrsti sigur liðsins í þessu húsi í 8 ár. Það hlaut að koma að því. 29-32 eru loka tölur leiksins. Þetta er í raun algjörlega magnað. En ég verð að segja Einar Ingi Hrafnsson, Þorsteinn Georg Gunnarsson. Þetta var sturlun frammistaða. Já, þetta er í rauninni bara munurinn á liðunum í dag. Þeir mæta með heimsklassa leikmann í raun með Þorsteinn Leo og FH með sinn heimsklassa leikmann heima. Já, heim í sófa hver hann er, ég hef ekki séð hann en Þorsteinn Leo algjörlega frábær. Mörk af öllum regnboganslitum og í rauninni bara hreyfa hann ekki líka, sérstaklega einn í seinni hálfleik, var orðið þreyttur en samt hélt einhvern veginn haus og var að stinga niður og klippaði úr snörunni margoft. Við verðum líka að hæla sko Mosfeldingum og Gunnari Magnússon. Þeir byrja þetta líkt og Geðvíkinn var rólega, yfirvega, það var engin as á þeim, þeir voru ekki að gera þetta vel. Sko FH nær góður forskoti en síðan allt í einu kviknar ljós. Já, það virðist. Það er einhver svona trú og einhver svona hárréttjaður, einhver svona yfirvegun sem að heldur þeim rólegum, trú á verkefninu, trú á konseptinu, þess vegna koma þeir tilbaka. Maður hefur oft séð á brotna en í dag er það bara liðið orðið það sterkt að það á ekki af áhrif. Ingvar er hérna niður á gólfi, við sendum boltan til hans en frábær leikur, 29-32 fyrir gestina. Það er algjörlega magnaður handboltaleikur, frábær sigur Aftureldingar hér á útivelli, komnir 1-0 yfir í einvíginu. Það eru 3 orð sem geta lýst þessu, Þorsteinn Leo Gunnarsson, það er bara staðan, 13 mörk, algjörlega stórkostlegur, leiddi sitt lið til sigurs. Já, við ætlum að gera þetta allt saman upp hér í Búndalínni, ég og Einar Ingi og já, ég hlakka til að heyra viðbrögð manna til hamingju Afturelding. Við ætlum að hoppa í auglýsingar, leyfum þessum myndum aðeins að lifa en ég ætla að kveðja sinni, svo eru auglýsingar og svo tökum við